Góða kvöldið, velkomin að Rauðaborðinu. Nú nú sé ég ekkert, nú kosningavaka hérna í Rauðaborðinu og út af kosningunum í Eflingu og hingað eru komin fólk sem að tengist því og fólk sem eru áhuga á því og fólk sem eru skoðanir á því, fólk sem getur sagt frætt okkur kosningar í verkalýðshreyfingunni og þessar kosningar. Þannig að við ætlum að halda hér uppi samræðum þangað til úrslitin koma. Það óvíst hvenær það kemur. Það við erum háð bæði Guði og vegagerðinni, hvort það snjói mikið á Hellisheiðinni og hvernig þeim gengur síðan að ryðja snjói burt. Það kemur allt í ljós. Svona ef allt gengur vel þá ættu úrslitin að liggja fyrir svona 10. En við sjáum bara til. Kannski koma það fyrr, kannski koma það seinna. En ég ætla að byrja á því að heyra í fólkinu sem hefur verið í staði í baráttunni. Guðmundur Baldursson, hann oddviti C-listans. Velkomin Guðmundur að Rauðaborðinu. Takk. Hvernig nú þetta bara búin með allt þitt, búin að standa í kosningabaráttunni. Bíður eftir að úrslitin komi, þú svolítið svona eins og fimleikastúlka sem búin með golfæfingarnar og bíður eftir að dómarinn gefið þér stig. Hvernig líður það núna á þessu tímamótu? Finnst þú að hafa gert allt? Finnst þú að hefur kosið að hafa einn dag í viðbútt til þess að koma þínum sjónarmiðum fram? Hvernig tilfinningin? Já, ég hef kannski kosið að það snjóað minna vegna þess að ég búin að vera alla síðustu viku og þessa viku líka og vakna maður klukkan 3 á nóttunni og fer út að moka og verið komin heim fyrir 7-8 kvöldin, þannig að það gefur það ekki mikil tími til þess að fara að standa í einhverju kosningabaráttu. Gallinn sá náttúrulega að þegar maður að vinna í svona litlu fyrirtæki með 3 kallar þá gefur það náttúrulega auðvitað leið ef eitt fyrir frí að það náttúrulega raskar það heilmikið ferlinu í svona litlu fyrirtæki. Jú, ég hefði eflaust viljað hafa þetta öðruvísi en ég ágætlega sáttur, ég bara gaman að þessu og gaman að taka þátt í þessu meðgönnar að vera á Rauðaborðinu. Þú eru fastagestur hér. En af því að snjórinn eiginlega svona næstasta fréttin undanfarna daga fyrir utan Eflingu kosningarnar. Hvar hefur verið að moka snjó? Ég get sagt þér það, Gunnar, að eftir flóðin 95 á Flateyri þá flutti ég í burtu og það voru gríðarlega miklir snjóar alltaf á Flateyri, alveg gríðarlega miklir. Ég að moka snjó í austurkór í kórakörunni í Kópavogi og ég get alveg sagt þér það minnir mann svolítið á Vestfirðina hvað það snjóaði mikið vegna þess að í einu botnlanganum að þá voru þannig að það voru 3 bílar með ST og þá sást bara þakki á þeim. Þannig að snjórinn í kórakörunni búin að vera alveg og mjög mikið þarna frá. Þannig að þín kosningabarátta, hún hefur bara snjóað inni, má ég að segja. Þannig að þú eiginlega lítið annað gert en að moka snjó, hvað svona undanfarna 3-4 daga? Já, má ég að segja það og þegar snjóröðunistækið stoppara þá var það annarkvort fréttamenn eða einhverjar aðrar að hringja og trufla með maður að moka og það svo sem ekkert vel séð og þá eru fólk í botnlanganum með skóplu og horfa á mig og skilja ekkert í það ákveðið stopp en þetta einhvern veginn hafist, gaman að taka á þessu, mjög gaman. Já, klassísk spurning á þessu tíma, hvernig heldur þetta fari? Hvað heldur þú fáir mörg atkvæði eða stórt hlutfall atkvæða? Veistu Gunnar, ég get ómögulega sagt til það en ég svo sem alltaf ímyndi mér það að Sólveig hún alltaf með gríðarlega mikla kosningamaskinu og Viðar þar mjög öflugur, ég þekki það nú sjálfur vegna þess að 2018 þá var hann að skipuleggja úthringingar og var býsna segur í því skal ég segja þér og við vorum að hringja mikið út og Sólveig, Anna og Viðar náttúrulega búin að hafa 4 mánuði með býsna góð laun við að skipuleggja það sem við höfum að gera núna í dag. Þannig að dálítið svona ójafnleikur að því ég var að segja við þið áðan að ég hef verið að moka snjó frá 3 nóttunni til 7-8 daginn þá
verður að vera konum í klukkan 9. Þannig að það er nú svo sem ekki mikið þetta að gera, en ég hef góða aðstofamenn en ég veist hann alveg Gunnar að með svona mikið forskot eins og Sólveig hefur og fullt af fólki sem að agitera fyrir hana og svo náttúrulega hefur reynsluna þessi sjálf og jú, þetta er náttúrulega sko, ég myndi að halda það að Sólveig myndi nú taka það með dálítið miklu mun held ég, annars voni ég að koma eitthvað á óvart. Það gefur í ljós á eftir og vonandi ná úrslitin áður en að þú þurft að vera farin að sofa, svo getur haldið áfram að móka á morgun. Ef að úrslitin dragast að þá bara, segi ég bara góða nótt, en ég vona að þú komir hingað þegar úrslitin liggja fyrir, að þú vakir, stilir af þér 1 eða 2 tímum í svefni til þess að setjast þetta með okkur og spá í úrslitin. Ég vona það líka, Gunnar. Ok, ég þakka þér kærlega fyrir. En núna ætla ég að heyra ef ég fæ bara öfu röð, þetta var C-listinn og þá er komið að B-listanum, Sólveig Anna Jónsdóttir, velkomin. Hæ. Anna. Hæ. Heyrðu mér. Heyrðu, já, ertu í einhverju kosningavöggu eða þú ert á svo undarlegum stað, það er eins og sitt hún í fiskabúri, hvað ertu? Já, fraus eitthvað. Heyrðu mér. Já. Hæ. Hæ, hvað ertu? Heyrðu, ég vil ekki segja hvað ég af því ég hef engan stað til þess að vera á, þannig að ég er bara svona, ég er afsíðis. Já, en þú ert á kosningavöggu B-listans. Já, ég er á kosningavöggu barátulistans, já. Ef að einhver er að hlusta sem að myndi vilja fara á kosningavögguna, hvar er hún? Er fólki velkomið að koma og fagna með ykkur eða þerra tárin? Akkurat, þerra tárin, nei. Já, við erum í bryggjunni, brugghúsi sem er á Grandavegi nr. 8 held ég. Og ef þið farið inn á baráttulistan á Facebook þá sjáum við viðburðin þar. Ok, en hvernig leggst þetta í þig? Nú ertu búin að gera allt sem þú getur, þetta býða eftir úrslitunum. Hvað segir hjartað þitt? Já, þetta leggst bara mjög vel í mig, en ég er auðvitað bara mjög stressuð og rosalega spennt. En ég held að ég og félagar mínir á baráttulistanum getum verið ágætlega sigurviss. Við erum náttúrulega búin að leggja á okkur mikla vinnu. Ég heyrði að Guðmundur var hér eitthvað að reyna að stilla því upp þannig að sú vinna sem unnin hefði verið náttúrulega bara einhvern veginn öll af mér og ég væri bara í einhverjum vellistingum alltaf eitthvað að berjast fyrir mínum eigin sigri, en staðreyndin er sú að við höfum náttúrulega verið með stóran hóp með einbeittra sjálfboðaliða, fólk sem hefur viljað liðsinna okkur vegna þess að trúir á þessu baráttu sem við erum í, og svo erum við náttúrulega bara með frábært fólk á listanum. Baráttulistin er frábær og fólk hefur bara sjálf tekið þennan slag í eigin hendur og tekið hann mjög alvarlega. Þannig að eftir þá miklu vinnu sem við höfum lagt á okkur, eftir þær snertingar sem við höfum komist í við félagsfólk og svo auðvitað bara eftir að þau fjölmörgu skilaboð sem ég og við höfum fengið, þá held ég að við munum vinna, en auðvitað kemur það í ljós innan skamms. En nú hefur stór hluti kosningabaráttunnar verið svolítið háður það, þú veist, hvers konar manneskja þú ert og viðar. Hvað líður þér eins og það hefur lent í svona þvottavindu eftir þetta, eða ertu kannski ekki lent ennþá eftir átökin? Já, sko, þetta er náttúrulega oft á tíðum búið að vera erfitt, ég ætla ekki að neita því, en staðreyndin er sú og hún er kannski ekki góð eða skemmtileg, en hún er einhverja síður sönn, að frá því að ég tók við vorið 2018 þá hef ég náttúrulega setið meira og minna undir einhvers konar linnulausum árásum, hvort sem að það kom frá fyrrum háttsettum stjórnendum, fólki sem að vildi fá einhverja sérsamninga, og svo auðvitað bara fjölmiðlum á hinum ýmsu svona stundum baráttunnar, þar sem að ég og félagar mínir vorum ásökuð alls konar glæpi
og ég var auðvitað ásökuð að vera ein verst innrætta kona bara Íslandssögunnar, barnaræningi í verkföllunum við borgina og svo framvegis. Þannig að það má kannski segja, þó að það sé ekki gaman að einhvern veginn horfast í augu við það, þá má samt segja að sú svona eldskírn sem ég hlaut við að vinna í kosningunum 2018 að einhverju leyti þetta bara undirbjó mig fyrir þá brjálsemi sem svo dundi á núna á síðustu mánuðum. En ein leið til þess að losna við þessa brjálsemi og allt þetta fólk að bakinu bara að tapa kosningunum. Því að það mun halda áfram ef þú vinnur, sko. Er það ekki? Já, sko, ég veit alveg að þetta mun auðvitað halda áfram í svona einhverju formi og einhver staðar frá og svo framvegis. Ég geri mig grein fyrir því og ástæðan fyrir því auðvitað sú svona aðferðafræði sem ég og félagar mínir höfum beitt og sú herska og róttæka stéttabarátta sem að við höfum staðið í auðvitað bara til þess fallin að framleiða óvinni. En fyrir mér þá vona ég auðvitað að við vinnum í þessum kosningum vegna þess að á endanum þá auðvitað snýst þetta allt saman ekki mig sem persónu eða mínar tilfinningar, mína líðan og svo framvegis, heldur snýst þetta það að Efling geti orðið þar sem að félagið á að vera, helstu og fremstu baráttu samtök verka og láglaunafólks. Ég tel að ég hafi ásamt félögum mínum sýnt og sannað að við getum náð raunverulegum og miklum árangri. Þannig að ég vona að ég fái þá bara að halda áfram að slást við óvinni mína sem formaður félagsins og ég bara treysti mér í að gera það. Mótframbjóðandinn eða meðframbjóðandi, svo vitins kallaði það, Guðmundur Baldursson, hann spáði því áðan að þú myndir vinna þetta glæsilega. Ætlar þú að spá hver úrslitin verða? Nei, veistu, ég bara þori ekki. Ég bara þori ekki að spá því hver úrslitin verða. Ég bjartsýn og ég held að við munum vinna, en það er of áhættusamt fyrir mig og ég hræddi mig að fá kannski bara eitthvað hjartatruflanir ef ég fer eitthvað að spá of mikið. Ok, herðu, kæra þakkir. Ólöf Helga var áðan, ég var í svona veiku sambandi við hana, hún var út að borða með félögum sínum, að fagna því að kosningabaráttan væri búin, en það var svo lélegt netsambandið að hún eiginlega bara skila kveðju til hlustanda og við heyrum í henni þegar úrslitin liggja fyrir seinni í kvöld. En þetta er kosningasjónvarp, þá er hingað komin Ólafur Þ. Harðarson, sem það er ekki hægt að halda kosningasjónvarp þegar á þess að hafa hann með. Mér langar að byrja áður en að það er líka komin fólk úr verkalýðshreyfingunni sem ætla að ræða mikilvægi kosningana. En mér langar bara að byrja á þér svona sem að stendur fyrir utan verkalýðsbaráttuna. Hvað er þetta mikilvæga kosningar? Er þetta eitthvað sagði við mig í dag að þetta verður mikilvægari kosningar heldur en sveitarstjórnarkosningarnar? Er þetta mikilvæga kosningar, Ólafur? Já, ég held nú að þetta séu mikilvæga kosningar. Það sem að flestir eru sjálfsagt spenntir yfir eftir þessi átök sem hafa verið í félaginu hvort að Sólveig Anna hefur þetta eða ekki. Það er reyndar verður líka, ég heyri nú að þau tvö halda nú kannski að Sólveig muni vinna. Eitt af því sem verður athyglisvert ef það gerist hvort að baráttulistinn fær hreinan meirihluta eða hvort að hann verður bara stærstur af þremur og vinnur þannig. Það er að segja í því tilviki kæmi þetta þá þannig út að baráttulistinn inni vegna þess að þeir sem væru ekki sáttir við hann væru skiptir þarna í tvær fylkingar, þannig að þetta er eitt af því sem er fórlega. En það sem að þetta skiptir náttúrulega mestu máli fyrir félagsmenn í einingu og það er að segja hver þessara lista er líklegur til þess að geta náð bestum árangri fyrir félagsmenn Eflingar og ég náttúrulega hef engar forsendur til að meta það. En það er auðvitað það sem að félagsmennirnir eru að ákveða í þessum kosningum. En það eru svona 2 punktar sem að ég langar til að nefna.
sem mér finnst líka að minnst kosti áhugaverðir og vildi gjarnan heyra í hinum hérna sem að eru, hvað þeim finnst, og það eru tveir punktar. Sá fyrsti hefur með sósíalistaflokkin að gera. Því að mér hefur sýnst að það séu svona gagnvegir að minnsta kosti milli baráttulistans og sósíalistaflokksins. Spurningin þá, eru gagnvegir minni við sérstaklega framboð A-listans, Ólafar Helgu, og ef að Sólveig Anna tapar kosningunum, það þá vont fyrir sósíalistaflokkin. Hinn punkturinn áhrif á verkalýðshreyfinguna í heild og komandi kjarasamninga í haust og hvernig þeir verða lagðir upp. Við höfum náttúrulega verið þarna með herskáan andófshóp, held ég megi segja, innan verkalýðshreyfingarinnar, þar sem þau hafa verið mest ábyrrandi, Sólveig Anna og Ragnar og Vilhjálmur. Ef að Sólveig Anna tapar, mun það þá veikja þennan hóp eða mun það litlu breyta, því að það væri líka mjög fróðlegt að heyra hvort að það er raunverulega mikill áherslumunur á viðhorfum baráttulistans og sérstaklega A-listans. Ég hef mjög gaman að heyra hvað menn halda þetta, en þetta skiptir augljóslega máli varðandi þá herska og róttæku hreyfingu sem að hefur myndast í verkalýðshreyfingunni síðustu árin. Ég skal hérna leyfa Vilhjálmi Birgissyni að svara áhrifin á verkalýðshreyfinguna, en ég ætla að biðja þig, Ólafur, að vera nær hljóðnemanum þegar þú kemur inn aftur. Það er svona aðeins og lágt í þér yfir hljóðið. En varðandi sósíalistaflokkina þá veit ég að það eru félagar í sósíalistaflokknum á A-lista og B-lista. Ég er ekki alveg klár með C-lista, þannig að það er nú þannig. Þannig að því að þú nefndir það áðan og kannski er nær mér að svara fyrir það heldur en Vilhjálmi Birgissyni. En Vilhjálmur Birgisson, náðurðu prófinu sem að Ólafur Harðarson lagði fyrir þig? Ég held að þetta hefur verið einar 5 spurningar sem að prófessorinn vildi fá svar við. Byrju, það er hljóð, heyrum ekki þér? Það er þín megin. Halló, heyrðu núna? Já, nú heyri ég. Já, ok, flott. Jú, ég heyrði spurningarnar hjá honum. Ég svo sem hef allavega ekki að blanda mér inn í svona pólitíska svona debattið innan verkalýðshreyfingarinnar. Ég reyndar hef haft þá stefnu og yfirlýstu stefnu að ég tel að forystumaður í stéttarfélagi eigi ekki að vera eyrnamerktur einhverjum einum ákveðnum stjórnmálaflokki, heldur vera tilbúin til þess að gagnrýna stjórnvöld og hrósa þeim þegar það á við, því að ég hef lagt upp með það að mínir félagsmenn sem eru rúmlega 3000, þeir koma úr öllum flokkum og þar af leiðandi finnst mér það ekki vera viðeigandi að maður sé yfirlýstur stuðningsmaður einhvers eins stjórnmálaflokks, þótt ég hafi svo sem ekki gert athugasemdir við það hvað aðra varðar, en þetta er mín afstaða. Spurningi sem að ég kannski er tilbúin til að svara sem að Ólafur nefndi varðandi þennan hóp sem að hefur svo sem engin launung verið á, að við höfum unnið þétt saman og við gerðum það í lífskjarasamningnum. Þar voru við saman Sólveig Anna, Ragnar Þór, Aðalsteinn Árni Baldursson frá Húsavík og Hörður Guðbrandsson frá verkalýðsfélagi Grindavíkur. Við mynduðum sterkt bandalag saman og riðum á vaðið við gerð lífskjarasamningsins, þótt að vissulega hafi síðan starfsgreinasambandið og fulltrúar þeirra félaga sem eftir voru komið inn á seinni stigum samningsins. Við vorum reyndar langt komin með samningi þegar þau koma að borðinu, en við ákváðum að fara sem ein heild til að klára þetta. Svarið við spurningunni, mun þetta veikja þennan hóp, þá er stuttasvarið já, svo sannarlega. Og ég hef svo sem sagt það að þessar kosningar, þær eru svo sannarlega mikilvægar fyrir félagsmenn Eflingar að velja sér hver verður forystumaður, en ég lít svo á að það er ekki eingöngu verið að kjósa
hver verður formaður Eflingar, heldur líka verið að kjósa stefnur og strauma í verkalýðshreyfingunni í heild sinni. Því að það alveg ljóst að eins og uppbyggingin á verkalýðshreyfingunni þetta svokallega fulltrúa lýðræði þegar við förum inn á þing Alþýðusambandsins og inn á þing Starfsgreinasambandsins, að þá það svona stórt og öflugt félag eins og Efling og ég get bara tekið sem dæmi að Efling 44% af öllum, að stærðinni 44% af heildarfjölda aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins. Þeir eru með rétt tæplega helminginn, þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli og síðan liggur fyrir að inn á þingum Alþýðusambandsins að þegar Efling og VR taka sig saman, að þá liggur fyrir að það slagar upp í hátt í 50% af atkvæðavæginu sem þar inni. Þannig að þessar kosningar skipta gríðarlega miklu máli framtíðin og ég ekki neinum af með það að ef þetta fer með þeim hætti að Sólveig Anna vinni þessar kosningar sem að ég nú sammála Guðmundi Baldursinni með að hún muni gera, að þá það mín spá að það verði umtalsverðar breytingar í íslenskri verkalýðshreyfingu á næstu misserum. Vilhjálmur, áður en ég læt Ólaf gefa þér einhver fyrir svarið. Þú segist búast við því hún vinni. Hvað hefur þau fyrir þér í því? Hefur þau tekið þátt í kosningabaráttunni? Ég man 2018 og þá varstu eiginlega virkur þáttakandi í kosningabaráttunni. Helst fundi með Sólveigu Önnu á Eyri og... Já, menn skulu ekki gleyma því að Verkalýðsfélag Akraness var eitt út í eyðimörkinni allt frá árinu 2004 að halda uppi gagnrýni á hreyfinguna og ég ekki til neinum vafa það að þessi gagnrýni Verkalýðsfélags Akraness á liðnum árum gagnvart æðstu forystu Alþýðusambands Íslands, meðal annars á Sigurð Bessason og fleiri sem voru þarna og stjórnuðu íslenskri verkalýðshreyfingu, gerði það verkum að það myndaðist í jarðvegur bæði fyrir Ragnar Þór og síðan Sólveigu Önnu. Við þekkjum öll þessa sögu samræmdu láglaunastefnuna sem að ég gagnrýndi mikið, Saleg, og það fyrir áður en að Ragnar og Sólveig taka við, það 2015 og síðan alla baráttuna sem að síðan var háð eftir hrunið. Ég held að ég hafi verið eini formaðurinn í stéttarfélagi, ef ég man þetta rétt, það þá geta einhver leiðrétt mig með það. Ég held að ég hef verið eini formaðurinn sem hélt ræðu til dæmis á Austurvelli. Ég hélt ekki eina, ég hélt ekki tvær, ég hélt 3 ræður á Austurvelli í búsáhaldabyltingunni. Verkalýðshreyfingin var gagnrýnd harðlega fyrir að taka ekki þátt í þeirri baráttu, en verkalýðshreyfingin tók hins vegar stöðu með fjármálakerfinu eins og ég hef sagt áður, þar sem að forseti Alþýðusambandsins fyrrverandi tók ákvörðun það í nefnd sem hann var skipaður af Jóhönnu Sigurðardóttur sem að þá var félagsmálaráðherra í október 2008 að taka ekki neysluvísitölunum sambandi vegna þess að það myndi kosta fjármálakerfið 200 milljarða. Hins vegar þekkjum við þá sögu að skuldir íslenskra heimila stökkbreytist 400 milljarða og mér fannst á þessum tímapunkti það með ólíkindum að æðsti maður í íslenskri verkalýðshreyfingu hafi verið tilbúin til að fórna sínum eigin félagsmönnum með þessum hætti. En ég held að það séu spennandi tímar framundan. Það verður mjög mikilvægt og ég held að það muni gerast að við þessi hópur sem að höfum unnið saman, ég held að við munum þétta raðirnar. Ég held að við munum fara yfir stöðuna þegar að úrslitin liggja fyrir og ef þau fara svona eins og ég held að þau muni fara, að þá ljóst að við þurfum að tala saman það hvernig við viljum sjá íslenska verkalýðshreyfingu á næstu mánuðum. Það kemur vonandi ljós bara seinni í kvöld hver úrsliti verða. Ég að senda hérna á menn að spyrja hvort að bíllinn úr Hveragerði sé lagður á stað yfir heiðina og hvort að heiðin sé opin, þannig eitthvað sem að veit þetta má senda mér skilaboð. En Ólafur, svaraði þetta spurningunum á vangaveltum? Já, það gerði það nú eiginlega. Þú varst að biðja einhvern, hann fær 9,5. 9,5. Fyrir þetta prýðilega svar. Þetta hefði reyndar áhuga að vita líka hvort að það sé mikilvægt fyrir
styrk þessa hóps í framhaldinu að Sólveig Anna sé með, þá verið að byggja það fyrst og fremst á persónulegum eiginleikum Sólveigar Önnu, þar að segja að hún kraftmikill forystumaður, eða byggir það líka á því að það sé svona ólík hugmyndafræði eða ólíkar hugmyndir á milli A-listans og B-listans. Ég ætla að fá að varpa þessari spurningu yfir á Ragnar Þór Ingólfsson sem komin hingað líka og getur svarað þessu eins vel og Vilhjálmur, svo Vilhjálmi líði ekki eins og hann sé í einhverju munnlegu prófi hjá stjórnmálafræði prófessornum. Hvað segirðu, Ragnar Þór? Snýst þetta stefnu eða persónu Sólveigar Önnu? Hversu mikilvægt fyrir ykkur þig og lærimeistaraðinn Vilhjálm að hafa hann í liðinu? Já, ég held að hvort tveggja. Þó að við förum fyrir eins og til dæmis VR og Efling til dæmis eru mjög ólík félög og uppbyggingu. Ég er bara mjög ólík. Við í VR erum með langstærsta félagið, mikla breidd félagsmanna, allan tekjuhópinn eða tekjubilið eins og það leggur sig nánast og sömuleiðis bæði menntaða og ómenntaða. Þannig að hugmyndafræðilega séð og það kannski myndi ég þá kalla eftir þessari róttækni og þessum krafti sem að verkalýðshreyfingin þarf að sýna, sem aftur lykillinn að því að ná betri samningum og þar hafa fólki með sér. Og eins og félagi Villi kom inn á áðan að ég satt nú fyrsta aðeins í þingi mitt 2009 og ég var nú duglegur að kvitta undir tillögur og ályktanir sem hann þurfti að safna fyrir til þess að fá að leggja fram á svona þingum og var svo jafnóðum þakkaður niður að framboð mitt á sínum tíma var yfirlýst vantraust á þáverandi forystu undir forystu Gylfa Arnbjörnssonar og það var alveg skýr valkostur sem að félagar í VR höfðu á þeim tíma og sömuleiðis þegar Sólveig Anna býður sig fram að það alveg skýr valkostur á milli og ég held að valkosturinn sé svona nokkuð skýr líka núna og það kannski hvernig við vinnum saman út á við. Ég reyna að koma þessu kannski svona í orð og það kannski snýr svolítið að því að þó að félögin séu ólík að þá hafa þau náð að vinna samt nýta þá styrkleika, hugmyndafræðilega styrkleika. Ég get nefnt sem dæmi að þessi ótrúlega þjónkun til dæmis við lífeyrissjóðakerfið og uppbyggingu þess eins og Villi kom inn á áðan þegar að fyrrum forseti Alþýðusambandsins notaði það sem helstu rök fyrir því að verja heimilin með því að taka vísitöluna tímabundið og samband á sínum tíma og beitti sér sérstaklega gegn því og var svona sá helsti aðili sem að stöðvaði þær hugmyndir að það var gert til þess að hlífa lífeyrissjóðakerfinu og fólkinu var bara nánast fórnað á einu bretti og félagsmönnum félögum okkar og heimilunum. Ég held að það verum 15.000 heimili sem við vitum að lentu í valnum að þetta eitt af mörgu sem hægt að segja hafi svona gert svolítið útslagið um það og kannski annað sem kannski ég kem aðeins inn á að Alþýðusambandið á þessum tíma við höfum svona hugmyndir það að það væri að koma mjög illa út í könnunum í trausti á Alþýðusambandið undir hans forystu og við höfum líka spurnir af því að þeim könnunum væri iðulega stungið undir stól og svo kemur ljós þegar við komum inn í miðstjórnina og þá eru þessar kannir og rauninni gerðar opinberar allavega fyrir miðstjórninni og það kemur í ljós að Alþýðusambandið skrapaði botninn í trausti í íslensku samfélagi árum saman en samt var rekin samræmd láglaunastefna, þetta þessi saleg hugmyndafræði, það sem átti að taka launafólk út fyrir svig og setja undir einhverja svona stýringu að fyrirmynd svona þessar norræna samningamódels, en samt var einhvern veginn allt annað eftir, fjármálakerfið, vextirnir og þetta telja fleiri hluti.
Ragnar, þegar ég er að hlusta á þig, þá hérna er ég að velta fyrir mér sko þessi klofningur eða átök eða hvað þessu viljum kalla það í verkalýðshreyfingunni. Þetta er eiginlega eftirréttur hrunsins sem þú ert að lýsa. Bæði þú og Vilhjálmur vísið alveg bara beint í bara hrunið og hérna viðbrögð Alþýðusambandsins og bara stjórnvalda við því. Jú, það er alveg rétt og hérna og kannski þessi klofningu sem er núna og það kom þessi spurning áðan að hvað gerist ef að Sólveig vinnur og hvað gerist ef hún vinnur ekki, að hún tala svolítið inn í þennan klofning. Það var bullandi klofningur í hreyfingunni í aðdraganda síðustu kjarasamninga og til dæmis fóru þessi hluti starfsgreinafélagana sem hafa svona myndað þennan klofning gagnvart okkur, gerðu fyrstu atlögu að kjaraviðræðum við Samtök atvinnulífsins í aðdraganda lífskjarasamningana og við fengum þá í hendurnar og það var búið að gera eiginlega svo ótrúlega hluti að það var alltaf hægt að lýsa því. Það var búið að selja hvíldartíma fyrir launahækkanir og svo framvegis og við fengum eiginlega bara alveg ótrúlegt veganesti í þær viðræður sem við hófum. Og við fengum síðan keflið. Við vorum þarna félög sem mynduðum bandalag, eins og Vilhjálmur lýsti áðan, Efling, VR, Akranes, Grindavík, Húsavík og náttúrulega Akureyri líka, hann Eiður hjá félagi Verslunarskrifstofu Akureyri kom líka inn með okkur. Að þetta var hópur sem að myndaði töluverða meirihluta innan Alþýðusambandsins en beið alltaf á hliðarlínunni. Við vorum svolítið skilin eftir til þess að byrja með. Og síðan komið þessi félög inn. Þannig að það var bullandi klofningur í aðdraganda síðustu kjarasamninga og þessi klofningur hefur verið til staðar alla götur síðan. Það sem mun gerast, það sem ég tel að mun gerast ef að Sólveig vinnur ekki, ef Ólöf vinnur, að þá mun þessi hópur styrkjast undir forystu Drífu, forseta Alþýðusambandsins og starfsgreinafélög munu fara þá í að sömu aðilar, sömu félög og skilið okkur þessu hræðilega búi sem við tókum við þegar við tókum við keflun inn í Karphúsi. Að þetta er þá hópurinn sem að mun stýra ferðinni inn í næstu kjarasamninga og ég og Villi og væntanlega þessi hópur sem fór saman að Sólu undanskilinni, að við munum sitja bara í einhverju farþegarsæti og á meðan það ferli verður allt. En ef að Sólveig hins vegar vinnur kosningarnar í Eflingu, að þá er ég alveg sammála Villa að það er ekki bara sami hópur, kraftmikli hópur sem mun gera væntanlega fyrstu atlögu að kjarasamningum, heldur líka að ég sé fyrir mér töluverðar og umtalsverðar breytingar á skipulagi og landslagi verkalýðshreyfingarinnar næstu ári. Ólafur, þetta er svolítið merkilegt að óuppgerð eftirmál hrunsins séu að hafa þessi áhrif á inn í verkalýðshreyfingarnar. Ég veit að þú og aðrir stjórnmálafræðingar hafa verið að lesa það út úr úrslitum þingkosninga og uppbroti flokkakerfisins. En þarna, núna er að koma bara fram lýsing sem að sýnir að áhrifin eru bara engum inn í verkalýðshreyfingunni. Já, þetta er mjög athyglisvert og það er mjög athyglisvert að heyra þessi sjónarmið. Ég held nú reyndar að það er breytingar sem að urðu á flokkakerfinu, þessi fjölgun flokka og alls konar uppbrot sem að urðu eftir hrunið, að þau séu ekki bein afleiðing af hruninu, heldur hafi það verið þróun sem var líkleg að yrði hvort sem er. Og við myndum bara fylgja í þróun sem að hefur verið eiga sér stað varðandi flokkakerfin á hinum Norðurlöndunum. En hins vegar held ég líka að hrunið hafi í rauninni ítt þeirri þróun á stað, hafi verið svona það sem stundum við kalla svona trigger event sem að hrindir af stað breytingum sem að kannski eru í strúktúrnum þegar. En það er líka mjög athyglisvert að heyra þetta hrunið og verkalýðshreyfinguna. Ég veit reyndar ekki, kannski ég hef ekki hugsað mikið það, en hins vegar þá má kannski segja að er það ekki rétt túlkun að andóf
þessa hóp sem að hefur verið herskári og róttækari og við erum að tala að hann er í rauninni að gagnrýna áherslur ASÍ og verkalýðshreyfingarinnar eiginlega allar götur frá því þjóðarsáttarsamningnum, ekki bara viðbrögðin í hruninu eða það væri gaman að vita hvort að það er réttur skilningur hjá mér. Já, ég ætla að skjóta hérna inn að það var sett inn á þráðinn sem að kemur við hérna útsendinguna. Það var Birgitta Jónsdóttir, þaulvanur stjórnmálamaður, sem að skrifar þetta eru mikilvægari kosningar en þingkosningar, tækifæri fyrir breytingar sem langflestir munu finna fyrir. Vona baráttulistin vinni, segir Birgitta. Þannig að það er hérna Guðbjörg, hérna ég veit svo til að ég sé hann ekki, það er ekki kveikt á myndavélinni hjá henni. Þannig að ég byrði hann að kveikja á henni svo áður þannig ég geti gefið henni orðið. Já. Guðbjörg, hérna þú hefur verið að heyra lýsingar Vilhjálms og Ragnars og þú ert nú ekki svona í liðinu með þeim og Sólveigu Önnu og Aðalsteini á Húsavík. Hvernig metur þú, hérna, ef þú ættir að svara þessum spurningum hérna Ólafs Þ. Harðarsonar hérna hversu mikilvægir þessar kosningar eru og hvort það muni hafa afleiðingar langt út fyrir Eflingu, hvort að þessi andófsafl sem að þeir hafa kannski leitt með Sólveigu, hvort að aflið sé eiginlega farið ef að Sólveigu vinnur ekki í kvöld. Já, ég er ekki á móti Ragnar og Vilhjálm orðar það þannig, alls ekki sko. Ég sagði að þú hefur ekki verið með í þessu, þá er ég bara að vísa í samningana síðustu þegar þeir klufu sig frá starfsgreinasambandinu og fóru að semja sér. Já, ég hef nú svona bara lagt mig fram við það að geta bara unnið með öllum og mér er nú bara vel við alla í verkalýðshreyfingunni og ég reynir nú að gera bara það sem er best og henda best fyrir mitt félag og kannski bara, mætti kannski segja tækifæri sinni hvað það varðar. En sko auðvitað þessar kosningar gríðarlega mikilvægar, Efling er stórt og öflugt félag og hefur rosalega mikið vald, þannig að niðurstöður þessar kosningar eru vissulega að fara að hafa mikil áhrif á verkalýðshreyfinguna og ekki bara kosningarnar og niðurstöðurnar heldur það kannski sem skiptir líka miklu máli, það er hvað gerist þegar kosningum er lokið. Og ég held að það sé bara alls ekki síður mikilvægt að þeir sem að vinna eða sá aðili sem vinnur þessa kosningu, sá flokkur eða sá listi, að hann sem sagt fái vinnufrið vegna þess að það skiptir svo miklu máli að fá Eflingu þarna, öfluga inn í kosningabaráttuna, inn í samningana og starfhæfa og félagi verður að vera starfhæft, þannig að það þurfa allir að taka sig saman að þessum kosningum loknum og vinna með þeim sem að vinnur þessar kosningar vegna þess að svo burt sér frá því hver vinnur þá og vissulega hefur það áhrif hver vinnur þá. Ég veit ekki alveg, Ólöf segir, ég þekki Ólöf ekki neitt og aldrei unni með henni, hún segir að hún sé líka svona öflug baráttukona eins og Sólveig og við vitum alveg að Sólveig er ekkert að fara að koma, hún er ekkert að fara að mæta á hans að vera með læti og hún verður ekkert ljúfa annað þegar hún kemur inn, við vitum það, hún kemur inn með látum ef hún kemur aftur inn. Þannig að þetta hefur áhrif ekki bara innan Eflingar heldur innan allra verkalýðshreyfinganna, það er nokkuð ljóst sko. Guðbjörg, nú er búið að loka kjörstöðum, þannig að þú hefur ekki neina áhrif á kosningarnar. Viltu fá Sólveigu Önnu inn í baráttuna aftur? Sko ég hef ekkert unnið mikið með Sólveigu en ég hef svolítið unnið með henni og okkar samstarf hefur alltaf verið gott. Ég hef ekkert annað en gott Sólveigu að segja og ef hún kemur inn aftur og þá sjálfsög bara teki henni fagnandi og vinn með henni. Herðu, nú ætla ég að ég nefndi að Birgitta hefði skotið inn kommentin á þráðinn að við lokkum hann inn. Birgitta, útskýrðu þetta af hverju þetta eru mikilvægari kosningar heldur en bara mikilvægastu kosningar ársins, það er þá mikilvægari en sveitarstjórnarkosningar og kannski bara mikilvægari en þingkosningar. Af hverju það? Út af því að eftir hrun þá
vorum við mörg sem að vonumst eftir nýja Íslandi og nýja Ísland í raun og veru kom ekki fyrir en að það varð þetta vor í verkalýðshreyfingunni sem er nú byrjaði með Ragnari og síðan þegar Sólveig Anna kom inn í þessa baráttu og náttúrulega Vilhjálmur og allir hinir sem hafa verið að vinna ómetanlega vinnu að það varð bara einhver svona kraftur og einhver von að það gæti orðið breytingar fyrir þá sem að gleymast alltaf hjá þingmönnunum breytingar fyrir ósýnilega fólkið og allt í einu var það orðið þannig að maður gat sagt við svona félagi sína erlendi sem hefði verið að fylgjast með til dæmis stjórnarskrármálinu og öðru að maður gat lóksins sagt eitthvað jákvætt hvað var að gerast á Íslandi og ég hef alltaf haft þá trú að breytingarnar gerast alltaf á svona dýpsta háttinn þessu nær sem þær eru fólkinu og verkalýðshreyfingin þannig afl, hún næst fólkinu og það var mjög dapurlegt að sjá hvað hún var orðin máttlaus og ég gleymi ekki til dæmis Trekki drekka 1. maí þá var Gylfi búað niður af fólkinu sem var í kröfugöngu þannig að það bara mjög jákvætt einhvern veginn ef að við sjáum áframhald á þessari sterku samstöðu félagana sem að eru með svona breiða skírskotun en allir formennir eru með einhvern veginn, það eru svona góðir styrkleikar á milli þeirra einhvern veginn. Þetta bara mjög gott svona, bara mjög góð breytt sem að getur komið á með alvöru breytingar. Því að í raun og veru sko þá gerist ekkert á þingi, til dæmis í málaflokkunum sem verið að berjast fyrir og við allar breytingar, allar raunverulega breytingar fyrir verkalýðin á landinu hafa alltaf komið frá verkalýðshreyfingunum. Hvað segir þetta Vilhjálmur? Það var þannig að voru í verkó sem var í Ragnar og Solla, þú ert svo langt á undan að vorið kemur fyrst í sjónum sko þegar rognin koma, þannig að þú ert til þú ert svona forvor. Hvernig finnst þér þessi greining Birgittu á mikilvægi verkalýðshreyfingarinnar og þessara breytinga sem eru því að hún talar eiginlega að þetta sé framhaldið af búsaldabyltingunni og þeim svona hræringu sem voru í kringu það. Finnst þetta hljóma vel? Já, þetta hljómar algjörlega bara eins og ég myndi orða þetta sjálfur og þú nefndir áðan Gunnar að ég hefði tekið þátt í baráttunum með Sólveigu Önnu 2018 og það alveg hárrétt og mér það mjög minnistætt til dæmis að ég fór meira sér með Sólveigu Önnu og Guðmundi Baldurssyni á fund í Þorlákshöfn fórum þar, ég hitti þau þar og svo ég fór með þeim í hitta hópferðabílstjóra og ég tók virkan þátt í þeirri kosningabaráttu á sínu tíma einvörðungu vegna þess að ég taldi svo óbóðslega mikilvægt að það yrðu raunverulega breytingar í íslenskri verkalýðshreyfingu. Þetta alveg rétt sem að Birgitta segir að þetta var náttúrulega sorglegt á sínu tíma hvernig æðsta forysta Alþýðusambandsins var algjörlega farin frá hinum almenna félagsmanni og ef menn veltaði fyrir sér að forseti Alþýðusambandsins skuli vera púaði niður þegar verið að flytja ræðu á 1. maí. Þetta er náttúrulega algjörlega fáheyrt. En ég vil líka segja það að þegar ég tók við árið 2004 að hafi ég verið í einhverju vafa tilvist stéttarfélaga þá fór svo vafi út gluggann á mjög skömmum tíma, einfaldlega vegna þess hver leikurinn gagnvart launafólki og atvinnurekanda er ofboðslega ójafn og ég held nákvæma lista yfir öll innheimtumál sem að félagið ræðst í og núna nemur þessi upphæð frá árinu 2004 1,1 milljarði króna sem að við höfum innheimt vegna kjarasamningsbrota og vangoldinna launa og ég þá ekki að tala margfaldis áhrifin sem að sum málin hafa haft. Ég held að Verkalýðsfélag Akraness sé búið að fara með flest öll fyrirtæki hér á mínu svæði
sum hver oft fyrir dómstóla til að fylgja eftir málum sem ágreiningur hefur komið upp með. Þannig að mikilvægi verkalýðshreyfingarinnar gríðarlegt og ég verð að segja það alveg eins og að ef að menn ná samstilltu átaki með þessa 120.000 manna hreyfingu á bakvið sig, þá held ég að við getum gert alveg ótrúlega hluti til að knýja í gegn hin ýmsu hagsmunamál sem að lúta að alþýðu þessa lands, heimilunum og neytendum almennt. Því að þetta afl, ef það fer af stað, þá rosalega fátt sem að stoppar þetta afl af. Og þó að lögin... Það er það að spyrja þig, vegna þess að þú ert að vísa því og nú það bara, þú veist, kannski 1,5 tími, þá getum við komist að því hvort að þessi straumhvörf verða, sem þú ert að lýsa, það er bara eiginlega engin takmörk fyrir því hvað þið geti gert. Segðu mér hvað þetta gera. Það alveg fjölmargt. Við erum búin að vera að berjast fyrir til dæmis því sem að lítur að fjármálakerfinu, þeim okurvöxtum, verðtryggingu, húsnæðisliðnum, öll þessi mál sem skipta íslensk heimili gríðarlega miklu máli. Og það sem að við gerðum í lífskjarasamningnum var nú einfaldlega þannig að það fylgdi með aðgerðapakki frá stjórnvöldum sem ekki hefur sést áður við kjarasamningsgerð. Þetta var aðgerðapakki upp á 80 milljarða. Okkur tókst að létta skattbyrðinni á tekjulægsta fólkinu, okkur tókst að ná í gegn hækkun á barnabótum og fjölmörg atriði, ef ég man þetta rétt, þá voru þetta 42 atriði sem við náðum í gegn og fyrir tilstuðlan verkalýðshreyfingarinnar þá held ég að stæðstu sigrarnir sem að íslensk alþýða og heimili hafa fengið í gegnum árun og áratugina í gegnum verkalýðshreyfinguna. Þið sjáið. Vilhjálmur, við veitum það öll hérna, endur við að tala um hvað verkalýðshreyfingin mikilvæg. Ég bara gefur okkur hugmyndur til hvaða hluta ætlið að nota þetta aukna afl ef þið fáið það núna eftir 2 tíma? Til dæmis þetta sem ég var að nefna áðan, ég myndi vilja að verkalýðshreyfingin myndi beita sér af fullu afli fyrir því að hér þið settur á laggirnar samfélagsbanki. Ég vil líka við skoðum lífeyrissjóðskerfið okkar sem á hér orðið 6.500 milljarða, þar af eru 4.400 milljarðar inn í íslensku hagkerfi sem öskrar á arðsemi daginn út og daginn inn. Ég held að við þurfum að skoða lífeyrissjóðskerfið gaumgæfilega, hvort að það sé í raun og vera refs okkur svo rosalega meðan við erum á vinnumarkaði, að við séum í raun og veru barinn sundur og saman til þess að arðsemis markmið þeirra fyrirtækja sem að lífeyrissjóðir hafa fjárfest í verði fullnægt. Og þetta eru risastóra spurningar og risastór hagsmunamál sem að þarna liggja undir, en það eru bara fjölmörg atriði sem að verkalýðshreyfingin getur svo sannarlega betur. Ég tala nú ekki í húsnæðismálum fyrir leigjendur. Ég meina, sjáu bara leigumarkaðinn, hann blóði drifinn í raun og veru þar sem að fólk að leigja fyrir 250 og upp í rúmlega 300.000 krónur á mánuði. Þetta er bara vígvöllur sem að ég tel að verkalýðshreyfingin þurfi að vera samtaka í að vinna hérna bug á og reyna að koma á hér alvöru leigumarkaði. En til þess að ná þessu breytingum, ertu þó að tala að þið munu ná forystu í starfsgreinasambandinu og alþýðusambandinu til þess að geta náð þessu fram? Ég ætla bara að vera algjörlega heiðarlegur og segja það bara hér og nú. Já, það er bara það sem að þarf að gerast. Og ég tel að þessi hópur sem að hér hefur verið til umræðu, ég held að ef hann nær að stilla strengi sína saman þá verði þetta hægt. Við höfum að mörgu leyti verið jaðarsett í íslenskri verkalýðshreyfingu þrátt fyrir þetta mikla vægi eins og VR og Efling hefur. Við höfum verið jaðarsett þrátt fyrir að Sólveig og Ragnar hafa leitt þessi 2 félög. Ég held að ef við setjumst niður og förum yfir þetta, hvernig viljum við sjá þessa hluti til framtíðar, að þá mun okkur takast að komast að samkomulagi það hvernig við ætlum að stilla þessu upp. Þannig að þið höfðu tækifæri eftir vorið í Verkó og þið upplifað þannig að þið hafið ekki náði í gegn sem að þið höfðu þó afl til og þið ætla að gera þetta öðru í sig núna. Ég er algjörlega sannfærður það að okkur mistókst það. Það hefur bara mikið gengið á í íslenskri verkalýðshreyfingu og það er bara oft á tíðum æði erfitt að vera í forystu í verkalýðshreyfingunni. Ég held að
þurfum ekki nema að horfa á þessar kosningar núna. Ég hef nú séð ýmislegt svona ýmsar svona kosningabaráttur og annað slíkt. Þessi hefur verið alveg æðiskrautleg og þannig má orði komast og þetta kannski fæli fólk frá að taka þátt í þessu en ef við vöndum okkur núna og förum yfir þessu hluti þá held ég að við getum stillt þessu saman þannig að við náum góðum árangri. Ragnar Þór, er þetta bara spurning núna eftir 1,5 tíma hvort að Ísland bara breytist? Það er bara stemmingin hér. Já, ég held að það sé óhætt að segja það. Ég listi því þarna áðan að ef að Sólveig vinnur að þá mun þessi barátta að halda áfram og þessi kraftur sem að hefur verið og fylgt hreyfingunni eftir að við komum svona nýinn og náðum sem betur fyrir að sanna okkur, myndi ég segja, að öllum óvörum að gera bara, myndi ég segja, mjög góðan samning við mjög erfiðar aðstæður núna síðast og reynslunni ríkari ættu við að geta komið miklu fleiri framfaramálum í gegn og hugmyndirnar og tækin og tólin eru svo sannarlega til staðar og það sem að skiptir svo miklu máli eins og ég lýsti áðan að þegar að eins og Birgitta kom inn á og Villi og ég kom líka inn á það varðandi traust til dæmis Alþýðusambandsins sem að skrapaði botninn og meðan við vorum að þegar ég var í félagi við Birgittu og fleiri niður á Austurvelli að berja í potta og pönnur og þá satt forysta Alþýðusambandsins við einhver hringborð að reyna að bjarga lífeyrissjóðunum eða gera bara einhverja aðra hluti sem að við vorum bara hvorki að tala við fólkið eða hlusta á fólkið og þess að þetta skiptir mjög miklu máli ef við fáum forystu í verkalýðshreyfingunni sem að hefur trúverðugleika út á við vegna þess að ef við höfum ekki fólki með okkur að þá erum við ekkert í rauninni, þá höfum við ekki þann styrk og þá samningsstöðu sem við þurfum til þess að knýja á breytingar og Villi kemur inn á lífeyrissjóðakerfið og það er alveg ljóst að og rauninni með ólíkindum að þessi þjónkun við þetta kerfi, sérstaklega ljósið þess að verkalýðshreyfingin að skipa helming stjórnarsæta inn í lífeyrissjóðakerfinu en virðumst hafa mjög takmörkuð áhrif á það sem gert. Við erum að horfa á kaupréttarsamninga og ofurlaun og bónusa. Þeir eru að ryðja sér til rúms á nákvæmlega sama tíma og sömu forstjórar að tala hversu óábyrgar launahækkanir eru til fólksins á gólfinu. Fólksins sem að raunverulega skapar arðsemi síðan fyrirtækjana sem eru rauninni alveg í ótrúlega góðri stöðu til þess að geta gert betur við sitt fólk og okkar félagsmenn. En það er svo margt, það eru húsnæðismálin, lífeyrissjóðirnir náttúrulega tengjast í. Ég held að Ísland sé íslenska lífeyrissjóðakerfið sé það eina sem að þá er ég tala um Norðurlöndin og bara nánast Evrópu alla, að séu þeir einu sem að fjárfesta til dæmis ekki innviðum eins og íbúðarhúsnæði fyrir fólk og hér ríkir ekki bara kreppa, hér hefur ríkt húsnæðiskreppa í töluverðan tíma. Við til dæmis fórum bara á sínu tíma í það þegar almenna leigufélagið var að hækka leigu á fólk og við bara fórum í bankan og hótuðum að ég grínaðist nú með það. Ég sagði við Kviku á sínu tíma ef þið eigið þennan sjóð sem á þetta fyrirtæki, ef þið ætlið ekki að bjóða fólki langtíma samninga og komið ekki í veg fyrir það, dragið þessar hækkanir sem voru tilkynntar þá tilbaka, að þá fer ég og tek þessar 3,5 milljarða út í 500 köllum hjá okkur. Og við erum bara tilbúin með hjólbörna. Þetta sem að þarf, og þetta líka, það sem er líka vandamáli í dag, og búið sem við fáum við, að fólk hafði ekkert, við erum með kynslóður af fólki sem hefur ekki farið í verkföll, horfir á það sem eitthvað tabú, Vaffer fór í 2 daga verkfall eða rúmlega sólarhings verkfall, það fyrsta í 30 ára sögu félagsins í aðdraganda lífskjarasamningana og okkar verkefni er ekki síður að skapa þessa stéttavitund og þessa stemningu hjá þjóðinni vegna þess að þjóðin er löngu búin að gefast upp á stjórnmálunum. Þjóðin er löngu búin að gefast upp á kjörnum fulltrúum sem að lofa öllu fögru og svíkja jafn harðan eða gera bara jafnvel andstæða. Herðu,
það komið hérna í upphafi Guðmundur Baldursson og hann hérna hjá okkur ennþá vegna þess að Sólveig Anna í einhverjum fögnuði síns bjælista og Ólöf líka hjá A-listanum en Guðmundur þarf að vakna snemma í fyrramáli til þess að moka snjó þannig að hann hefur dvalið hérna hjá okkur, þetta hans kosningavaka. Hann ætlaði að fá að skjóta inn eftir spurningu hérna fyrr, ég vona hans munnana ennþá. Ólafur, Guðmundur, þú ætlar að spurja eitthvað, það var hérna upphafi þegar við vorum að tala saman hérna, Ólafur og var að leggja prófið fyrir Vilhjálm, þá komstu með einhverja spurningu, hvað það sem þú vildi spyrja? Já, ég vildi spyrja því, en það var gaman hérna að segja frá því að gaman að sjá svona pípuringamenn, maður sér þá ekki orðið lengur, en það var nú algjör auðvitað. Mér náttúrulega spyrja Villa, vil ég eftir ánægð með það hvað Sólveig hefur gert fyrir svona kalla eins og mig, svona ófæribýrstjóra. Ertu ekki sammála með því að hún hefur eingöngu veitt athygli kvenna, þá sérstaklega erlendra kvenna. Hún hefur ekkert hugsað okkur kallana. Já, það eru takk fyrir þessa spurningu Guðmundur. Jú, ég ég ræddi þetta með þessi sjálfur við Sólveig ekkert alls fyrir löngu. Það sem að hún hefur brunnið fyrir það að laga kjör láglauna kvenna og ég veit og hef heyrt að karlastéttirnar eins og hópferðabílstjórar og fleiri hafa verið svona dálítið ósáttur við það að þeir hafa verið dálítið skildnir eftir í því og ég man eftir því þegar ég nefndi þetta við Sólveig og þá nefndum það með þeim hætti að þessi hópur sem að hún hefur verið að berjast fyrir þessar láglauna konur hafi verið skildnar eftir svo lengi þannig að við skulum bara vonast til þess Guðmundur að næsta atlega verði til dæmis að hópferðabílstjórum því að ég þekki það bara eigin raun og ég hef talað það og ekki bara hópferðabílstjóra, sorphirðumenn sem að vinna við skelfilegar aðstæður, þið þurfið ekki nema að horfa út núna heima hjá ykkur og sjá hvernig tunnurnar eru og þegar að þessir drengir sem að sjáum að taka sorpið frá okkur sem að okkur þykir algjörlega sjálfsagt við þessar aðstæður, þá eru þessir menn í mínum huga og ég hef skrifað þetta með þessi pistil. Þetta eru hetjur í mínum huga þegar ég sá þessa drengi vera að taka einu sinni rusli hér fyrir utan heima frá mér við þessar aðstæður, veit hver kjör þeirra eru og það eru, við megum ekki gleyma þessum aðilum og ég held að það verði bara eitt af verkefnum í komandi kjarasamningum að gera þeim herra undir höfði. En Villi, hefur heyrt hann að tala þessa hópa að tala Ég náttúrulega ekki allstar Guðmundur þar sem að Sólveig Anna að tala Hún hefur barist mikið fyrir þessi störf sem þú varst að nefna áðan. En ég bara veit það að við þurfum að lagfæra þessi kjör sem að ég nefndi sérstaklega áðan eins og hjá hópferðabílstjórum sem að bera ábyrgð á 60 farþegum og í launaflokki 17 í Starfsgreinasambandinu. Ég held að taxtinn sé eitthvað stær kringu 368.000 krónur ef ég man þetta rétt og sorphirðumennirnir eru eitthvað stað með í kringum 340 og eitthvað þúsund. Það þarf að laga þessi kjör, engin spurning. Vilji, ég ætla bara Guðmundur. Ég ætla að fá að halda áfram með umræðinu hérna. Ég veit að þú varst kliptur út úr kosningabaráttunni og náður ekki að háa henni vegna þess að þú þurftir að sinna öðru, en kosningabaráttur búin. Þannig að nú ekki kannski tími til þess að vera með kosningabaráttu, það hefur lítið upp á sig. Það verið að tala algjör ströngur sem að gætu orðið í verkalýðshreyfingunni og komin þrautreyndu kona úr verkalýðshreyfingunni, Helga Ingólfsdóttir. Þeir eru að lýsa því, þeir félagar og fóstbræður, Vilhjálmur og Ragnar Þór, að ef að þeir svona órólega deildin í verkalýðshreyfingunni og Alþýðusambandinu ná auknum styrk með góðum siðri Sólveigar Önnu í kvöld, að þá geti bara orðið umtalsverð stefnubreyting. Hvernig hljómar þetta fyrir þig? Já, komið sæl. Ég hef tekið þátt í 2 kjarasamningum
eiginlega 3. Og 2015, ég hef tekið þátt í 2 síðustu. Og þegar við semjum, þarna var það ekki 2015, regnar maður þetta nú nákvæmlega, en það var 2013. Þá vorum við að fara með lágmarkslaunin upp í 204.000 og þótti nú bara að vera töluverðar hækkanir. Í lífskjarasamningnum förum við í samningstímanum upp í 425.000 í lágmarkslaunum og þetta alveg svakalegt afrek. Það bara ekki hægt að kalla það neinu öðru nafni og ég hef staðið svona vaktina með mínum félögum í VR og ég hef notið trausts til að sitja með stjórn ASÍ. Fyrir svona þá sem ekki vita og í síðustu samningum var ég í efnahags- og skattanefndinni þar sem meðal annars, Sólveig Anna var formaður skattanefndarinnar og við hafðum mikið að segja þessar tillögur sem fóru síðan inn til ríkisstjórnar varðandi persónuafslátt og þau mál. Og þetta eiginlega í sögulegu samhengi, lífskjarasamningurinn, þetta algjör tímamótasamningur. Og ég sem starfandi sveitarstjórnarmanneskja og sjálfstæðiskona tók líka mjög mikið eftir því hvernig að stjórnmálaflokkar sem voru í ríkisstjórn á þessum tíma, þeir töluðu mikið lífskjarasamninginn eftir að hann var undirritaður. Og af stolti, þannig að við megum ekkert gleyma því sem vel gert. Þetta var rosalega góður samningur og að öðrum ólöstuðum í verkalýðshreyfingunni, því þetta voru mjög margir sem unnu þarna mikið starf, að þá voru þarna 3 sem leiddu þessa baráttu og það voru Ragnar og Villi og Sólveig. Ég held að það sé ekki hægt að mótmæla þessu og það var gríðarlegur kraftur sem fylgdi Sólveig Önnu. Það bara ekkert heldur hægt að mótmæla því og hvernig að hún búin að ná að leiðrétta hlut kvenna í lægstu störfunum í okkar samfélagi sem að vinna gríðarlega mikilvæg störf. Ég rosalega stolt af því að hafa fengið að taka bara þátt í þessari baráttu og ég náttúrulega ein af þeim sem býð svolítið spennt eftir að sjá hvernig úrslitin verði í Eflingu því að það ekkert hægt að neita því að það mun hafa áhrif á hvernig uppleggi verður í næstu kjarasamning. Það algjörlega mitt mat og ég held að sé margir fleiri sem að deila því mati með mér. Ég þarf að skjóta inn fréttum að bíllinn frá Hveragerði sem með atkvæði komin inn í hús Eflingar í Guðrúnartúni og talning hafin. Kjaftason segir að í þessum kassa hafi verið 2 atkvæði frá Hveragerði því að langflest atkvæðin voru greidd rafrænt, þannig að það eru raunverulega bara örfá atkvæði á pappír. Þannig að það sem að tafði það að talning gæti hafist voru 2 atkvæði sem þurfti að fara yfir snjóinn á Hellisheiði. En Helga, þú ert eiginlega að segja, mér heyrist að þú vilt fá góðan sigur barátturlistans til þess að verkalýðshreyfingin eflist og geti sótt viðlíka sigra og náðust í lífskjarasamningum. Ég að segja að þessi kraftur sem að einkenndi lífskjarasamningin og Sólveig var virkur þáttakandi því. Það mjög mikilvægt að við í verkalýðshreyfingunni höldum þeim krafti og að því fylgir líka skynsemi. Ég held að næstu kjarasamningar verði mjög krefjandi bæði fyrir verkalýðshreyfinguna, samtök atvinnulífsins og stjórnvöld. Við erum búin að vera núna með mikið opinbert framlag inn í COVID-baráttuna. Fyrirtækin hafa verið að njóta ýmissa stuðningsúrræða stjórnvalda og hafa líka þurft að grípa í sína varasjóði alveg örugglega ef ég þekki það rétt og ég sjálf pabbi rak fyrirtæki mörg ár, ég rak sjálf fyrirtæki mörg ár þannig ég þekki þann geira alveg líka ágætlega og þetta verður ekkert auðvelt að koma saman samningum þar sem tekið tillit til sjónarmiða allra og það þarf í það bæði mikinn kraft og líka mikla skynsemi. Þannig að og ég held að reynslan, ef allir setjast niður og nota reynsluna úr lífskjarasamningunum, þá held ég okkur bara muni farnast vel inn í þessa vegferð. Og við getum alveg gleymt að vera eitthvað að tala eitthvað saleg, tala eitthvað sem á við hjá öðrum þjóðum.
við erum hér á Íslandi með ákveðið umhverfi og því miður og eitt af stóru málunum í næstu samningum verður að skoða kúrsinn í lífeyrismálunum og skoða kúrsinn sem að við stöndum frammi fyrir vegna þess að opinberir starfsmenn hafa fengið meiri launahækkanir heldur en almenni markaðurinn. Og þetta það sem að eitt af okkar stóru vandamálum og þveru öfugt við þau lönd sem að við viljum bera okkur saman við að opinberi markaðurinn skuli leiða launahækkanir. Og þetta eitthvað sem að og svo þetta eitthvað sem að verður að taka alvarlega umræðu eitt af því. Mörg mál sem að við þurfum að ræða af krafti. Herðu, við förum að skipta aðeins gír en ég ætla aðeins að heyra í þér, Guðbjörg, að þarna kemur Helga Ingólfsdóttir og talar aftur þessi miklu tímamót í verkalýðshreyfingunni að það getur fallið ég meina það að fá Sólveigu og með endurnærandi kraft í baráttu Vilhjálms og Ragnars og fleiri eru bara mjög mikilvæg. Ég veit að þú vilt ekki vera að segja það núna kannski klukkutíma áður en að kemur í ljós hver formaður Eflingar en það mikil alvar í þessu og það líka það sem heyrist hjá til dæmis Birgit og fleirum. Það mikið horft til þess að verkalýðshreyfingin taki einhvern veginn forystu fyrir svona réttlætisbaráttu á Íslandi. Tengist því að kannski fólk að minni trú á stjórnmálum á Alþingi og svona hennum borgaralegu stjórnmálum. Það horft til verkalýðshreyfingarinnar að mikið sem að liggur á að verkalýðshreyfingin nái að verða með samtakamátt og það sem samtakamáttu til einhvers krafts ekki vera sammála að viðhalda stöðuleika og óbreytt ástandi. Þessi óróleiki allt í kringu þig. Já, hann út allt. En ég neita nú að trúa því að þessi kraftmiklu hópur sem að Vilhjálmur var að tala örugglega Ragnar líka, ætli bara eitthvað að setjast á hliðarlínuna og sitja þar. Ég hef einhvern veginn enga trú á því, En það bara klárt mál að við þurfum að vinna saman og Já, en Guðbjörg, það sem ég skil þá segja að ef að Sólveig vinnur ekki að þá til dæmis það að vinna með starfsgreinasambandinu, vinna með ASÍ, allt í einu ekki orðið valkostir og þeir þurfa að fara að finna bara einhverja nýjar leiðir í baráttu eins og Ragnar var svo sem að taka dæmi af. Já, ég vona samt að það fari ekki þannig. Það alveg ljóst og vita mál að við erum náttúrulega sterkari sameinuð heldur en við erum í sitthvoru lagi. Þannig að ég vona að við náum einhverju lendingu í þessu og það verði einhver samstarfsvettvangur eða hægt að komast að einhverjum niðurstöðum í það. Það yrði rosalega mikill missir af verkalýðshreyfingunni ef þessir aðilar fara að kljúfa sig eitthvað út eða eitthvað svoleiðis. Ég get ekki einu sinni hugsað hver lendingin yrði þá eða hvernig staðan yrði. Ólafur, nú erum við búin að fara svona hring. Hvað þú voru að draga þetta saman fyrir okkur. Hver staðan er. Kannski væri freistandi að spyrja þig hvort þú geti vísa til eitthvað sögunar. Ég ætla nefnilega að skipta aðeins yfir í svona að horfa aftur á bak eftir rétt bráðum. Hvað verkalýðshreyfingin á svona afgerandi tímamótum, kannski meiri heldur við séð lengi? Getur þú fært aðeins nær það sem hátalarinn er? Það nú hressandi að sjá byltinguna svona bak við hornið. Ég alveg sammála því að verkalýðshreyfingin skiptir mjög miklu máli en það líka kannski ástæða til sem úrtölumaður að ýkja ekki þau áhrif sem að verkalýðshreyfingin getur haft og hefur haft bæði hér á landi og erlendis. Menn geta talað illa stjórnmálamenn og þingið, en samt það nú þingið sem að setur löggjöfuna meðal annars fjölmörg félagsleg réttindi í launafólks í landinu. Þannig að ég veit ekki þó að menn setjist á því meiri kraft kannski í verkalýðshreyfinguna, hversu miklum árangri varðandi þjóðfélagsgerðina verkalýðshreyfingin getur náð án þess að vera með þá öflugt bandalag við einhver pólitísku öfl í þinginu.
og mér finnst svolítið áhugavert að velta aðeins fyrir sér hvað þessi nýja hreyfing eða þessi herska og róttæku, hvað þeir eiginlega sjá fyrir sér hvert við erum í rauninni að stefna. Erum við að stefna að samfélagi sem að í aðalatriðum byggt upp eins og til dæmis samfélagin í Skandinavíu, eða erum við að tala eitthvað annað? Ég held að það sé líka mikilvægt að velta fyrir sér þegar að menn að tala hlut launafólks. Erum menn að tala hvernig skipta hlutföllin milli launafólks í heild í landinu og þá burgeisana eða einhver annara, sem að ég nú ekki viss að sé mjög líklegt að breytist mjög mikið, eða erum menn að tala sérstaklega þá hópa sem að standa lakast í samfélaginu, eru með verstu kjörin, og þetta síðara skiptir verulegu máli vegna þess að ef við erum fyrst og fremst að tala láglaunahópana og þá sem að standa höllustum fæti, þá baráttan ekki bara við ríkisvaldið og atvinnurekendur. Þetta líka barátta hvernig skiptahlutföllin eiga að vera milli launamanna, milli opinbera geirans og einkageirans eins og hérna var nefnt, en líka milli þeirra sem að lögust hafa kjörin og þeirra sem eru dálítið þar fyrir ofan. Og við höfum náttúrulega oft séð það að þegar það á að laga kjörin hjá þeim sem að verst standa, að þá verða menn ekkit rosalega glaðir sem að eru kannski aðeins ofar í stiganum. Og þetta síðara í rauninni ýtir þá undir baráttu ekki bara við atvinnurekendur, heldur í rauninni líka átök innan samtaka launafólks. Herðu, hérna ég ætla aðeins að skipta núna gír og ég þakka Vilhjálmi Birgissyni og Guðbjörgu og Ragnari Þór og Helgu kærlega fyrir mig. Þetta væntu þið kæmið hérna aftur bara þegar úrslitin liggja fyrir. En núna langar mig að heyra aðeins í kannski fólkinu sem að hefur tekið þátt í baráttunni áður en að ég skipti aðeins yfir í smá svona sagnfræði. Ég held að hér sé komin hérna Þorleifur Jón Hreiðarsson. Og hvernig heyrðu mér? Já, ég heyri bara mjög vel í þér, alveg mjög hátt. Glæsilega. Segðu mér hérna, þú hefur tekið þátt í kosningabaráttunni fyrir A-listan. Já, ég er búin að vera Hvernig reynsla var það? Þetta miklu skemmtilega en ég átti von á. Já. Og hefur bara komið mér á óvart, sko, í raun og veru. Já. Og hér líka Kolbrún Valversdóttir, sem hefur tekið þátt í kosningabaráttunni fyrir B-listan. Komdu sæl, Kolbrún? Sælir. Heyrir í mér? Já, blessu. Er það búið að vera skemmtilega kosningabarátta? Þetta bara búið að vera... Ég var að spyrja Kolbrúnu, þannig með ykkur bæði, að þetta er ykkur bæði í einu. Kolbrún, er þetta búið að vera skemmtilega kosningabarátta? Það má segja að hún hafi verið sérstök, mjög sérstök. Ég bara átti ekki vona svona miklu... Ég átti ekki vona svona miklum leiðindum. Þetta var eiginlega bara svona hverjum degi, það koma ný leiðindi, bara eins og það hefði verið dagsett. Ég átti ekki vona því, sko. En annars að það var bara búið að vera spennandi og bara rosalega gaman að finna stöðningin hjá fólki sem við erum búin að vera að heyra í. Já, þú ert með samanburð, Kolbrún, má ég spyrja því, vegna þess að þú tókst þátt í kosningabaráttu B-listans 2018. Hvernig kanntu að bera það saman? Já, alveg. Þetta er eiginlega bara ekki hægt að bera saman, sko. Þetta er svo gjörólíkt. Það var ekki svona mikill slagur, sko. Það var ekki svona mikil, það var ekki, ef ég má bara nota það orð skítkast, það var bara ekki svona þá, sko. Það var fólk skrifaði í blöðin og lét til sín heyra og það allt saman, en það var ekki svona á samfélagsmiðlum eins og við erum búin að verða vörfi núna, sko. Eða verða vörfi sem að hefur eiginlega bara helst yfir á. Já. En nú er svo sem komið kvöld af kosningadegi, svo er það að nú bara býðum við spennt eftir tölum. Já, nú er kosningabaráttan búin, en Þorleifur, þér fannst þetta skemmtilegt. Möndur mæla með því að fólk fengi þátt í
Já. Ekki spurning, það svo mikið af fólki út í samfélaginu eins og ég á miðjum aldri sem hefur bullandi áhuga á pólitík en svona vill ekki stíga á sviðið og þegar einmitt Efling kemur fram og í rauninni auglýsir eftir fólki hverju vilja vera með og velur svo úr góðum hópi sem býður sig fram að það svo mikið tæki fyrir okkur sem höfum ekki tekið þátt í pólitík. Nema bara svona sem... Nú svona opinberlega, þá var kosningabaráttan svona svolítið eins og Kolbrún að lýsa, svolítið hatrum og erfið. Var það ekki kannski skrítið fyrir eitthvað sem kemur fram og vill bara starfa fyrir sitt verkefélag að lenda inn í eitthvað svona ati sem kannski kemur því ekkert við? Nei, alls ekki, vegna þess að ég var algjörlega tilbúin undir það að pólitíkin í rauninu bara svona. Og þessi lásu greinina frá Ragnari, það sko, þetta svo skrítið með samfélagsmiðla, þú getur drullað yfir mann og annað þar og allavegna, þannig að þetta kom mér alls ekki óvart og ég var svo sannarlega tilbúin bara við getum sagt svona svolítið fæting. Og tókstu þátt í fæting? Varstu að kasta... Nei, ég vil nú ekki meina það. Ég held að þetta hafi verið mjög málefnalegt hjá okkar flokki allan tíman. Ég held að við höfum haldið okkur svo sannarlega réttu megin við strikið. Við erum með frábært fólk þarna á listanum sem ég bara dáist að þessu liði sem þarna og ég vona svo sannarlega að þetta lendir réttu megin í kvöld. Ok, og hverju spáru? Já, við þykuna minn, ég spái 50-50 en ég held þetta sé 52-48 fyrir okkur. 52-48 byttu, það eru bara tveir. 0 til Guðmundar þá eða, 0 til Guðmundar. Já, ef við tökum hann út í myndinu þá situr eftir þessi atkvæði fjöldi. Ég held að það liggi 52-48. Tökum Guðmundar út í myndinu. Ég held að hann ekki ég held að hann sé ekki að fara að fá mikið þarna. Hann ekki raunverulegur þáttakandi. Nei, ég held ekki. Kolbrún, hverju spáir þú? Sko það ég á góðu samstarfskonu sem var búin að spá fyrir mig svo þess að ég þurfti ekki að spá. Hún spáði sko 75 fyrir okkur, 20 fyrir A-listan og 5 fyrir C-listan. Og ég verði bara afskaplega þakklátt ef það raunin, en ég bara þori ekki að spá. Já. Veitum, ég náðu sér ekki alveg, hvernig var það? 75? 75 fyrir B, 20 fyrir A og 5 fyrir C. Ok, þannig að þú ert að spá bara glæsilegum sigri, næstu því bara eins og 2018. Ég segi sko, þetta samstarfskona mín sem spáði svona. Ég þori ekki að spá. Nei, allt í lagi. Var hún mikið spáður? Sko málið að kosningasigur B-listans 2018 stæðsti kosningasigur í sögu Dagsbrúnar. Það var árum áður var oft framboð, en það náði engin 80% atkvæði eins og B-listi náði þá. En held ég að sé komin einn af stuðningsmönnum C-listans sem að þeir eru nú ekki að spá góðri útrið, það er slökkt á myndaflinn hjá henni, Sigurður H. Einarsson heyrir í mér. Nei, hann eitthvað með á leiðinni. Herðu, þannig að ég ætla nú bara að skila kveðju til A-lista og B-lista og vona að við eigi skemmtilega kosningavöku. Oddvitar ykkar koma hingað í þáttinn þegar úrslitin liggja fyrir og þá kemur í ljós hvort ykkar spáir rétt eða hvort að Þorleifur spáir rétt og vinkona Kollu sem að við veitum ekki hver er. Það verður upplýst hana ef þetta verður rétt hjá henni. Ok. Tökum við ekki kaldan á Ölver ef ég spái rétt? Ekki í þessu lífi vonandi. Ég held ég sé 26 ár síðan að ég hef drukkið, þannig að ég ætla ekki að vera að byrja á því núna. Ég sé ekki hvort að Sigurður er komin hérna inn. Nei, ég sé hann ekki. Þannig það er eitthvað vandræði með það. Þannig að hann kemur þá bara í ljós. En núna ætla ég að því ég nefndi kosningar. Þá er hérna Jóhannes, þú ert hérna ekki? Jóhannes Sigursveinsson.
eða þetta tengja hann hérna inn, blessaður. Heyrir í mér? Í mér eða? Já, ég heyri þér. Í mér eða? Þú þetta segja eitthvað meira? Já. Heyrir þú í mér? Jóhannes? Ég veit ekki hvort að Jóhannes heyri í mér. Hann verður að finna út úr þessu hann Jóhannes, en þetta er nefnilega merkilegu maður vegna þess að hann tók þátt í kosningu í Dagsbrún sem forveri Eflingar 1991. Þá voru menn sem að buðu sig fram gegn sjálfum Gvendi Jaka og ég man nú ekki hvernig úrsliti fóru þannig að A-listi Guðmundar J. Guðmundssonar fékk 62% atkvæða og B-listinn sem var reyndar reiddur af Jóhannesi Guðnasyni fékk 35% atkvæða. En kannski náum við Jóhannesi hérna inn aftur. En ef að við færum okkur svona aðeins út í söguna, þá er hér Þorleifur Friðriksson sem hefur skrifað sögu Dagsbrúnar, sem eins og ég sagði svona burðarstólpinn í Eflingu. Ég held að þó að þessu mörg félagar inni sókn og framsókn eða ekki líka og fleiri innverkafólksfélög og fleiri þannig inni að þá svona Dagsbrún svona að því það elst og hafði mest áhrif á stéttabaráttuna á 20. öld. Að velkomin Þorleifur. Hér voru menn áðan að tala að þetta væri bara svakalega mikilvægar kosningar, að það réðu því hvort að þau öfl sem að vildu endurreisa verkalýðshreyfinguna sem baráttutæki alþýðunnar næðu vopnum sínum og gætu, eins og ég skildi þetta, bara breytt starfsmannasambandinu og alþýðusambandinu til þess að beita því bara harða verkalýðsbaráttu. Upplifir þú þetta svona? Það er ekki hljóð á. Ég veit ekki hvort að það sé á tölvunni hjá Þorleifi. Það passar. Ég var búin að taka það af. Já. Nú ertu komin inn. Það var einn góður. Nei, ég vildi nú kannski frekar en að vera að segja eitthvað sjálfur hérna. Þetta er búið að vera svo athyglisverðar umræður að ég hefði gjarna vilja bara hlusta áfram. Nú. En þú kennst ekki hjá því að svara þessu. Upplifur þetta mikilvægar kosningar? Auðvitað er þetta mikilvægar kosningar. Auðvitað alltaf þegar átök eru í verkalýðshreyfingunni greinilegan skoðanaágreining, að þá er það mikilvægt. Það skiptir máli. Verkalýðshreyfingin er náttúrulega gríðarlegt afl eins og hérna hefur komið fram. Hún er gríðarlegt afl sem ofta tíðum hefur lagt svo mikið til þessara samfélagsgerðar að það er erfitt að hugsa sér það samfélag sem við búum við eða í án þess að hún hafi eða án hennar aðkomu. En menn takast á baráttuaðferðir, hversu langt á að ganga og menn hafa ýmsar skoðanir á hlutverki verkalýðshreyfinganna eins og hérna hefur komið fram á verkalýðshreyfingin að reyna að sigla svona í kjölfarið á skandinavíska módelinu. Er það fyrirmynd? Nú fylgist ég ágætlega með pólitík og verkalýðshreyfingu í skandinavísku löndunum og þar eru líka átök og menn ekki par hrifnir af öllu þar. Við erum ofsalega klísjugjörn með það að vísa bara til Skandinavíu, norræna módelsins og svo það bara búið. Það á að vera eitthvað fullkomið, það bara fjarrið því. Og verkalýðshreyfingin hefur sannarlega alltaf verið mikilvæg í lífi þess fólks sem á allt undir henni eða hluti af henni. Og
það þá, og þá ekki, skiptir ekki máli hverjir það eru sem þarna hafa sitið við stjórn, menn hafa sennilega allir reynt að gera sitt besta. En svo spurning hins vegar hversu greið var svo leið og hversu skynsamleg var svo leið á þeim tíma sem menn fóru. Menn hafa líka verið að eins og ég hef séð í sögunni og reynt að benda á í þessum skrifum mínum, og ég reyndar ekki búin að skrifa alla sögu Dagsbrúnar, það svona þriðjungur minnst ágústi eftir. Það ræðst kannski af kosningunum hver verður formaður, hvort það verið samið að skrifa síðasta bitið? Nei, ég vonandi skiptir það nú ekki máli, sko. Ég vona að ég fái bara ljúka henni, því að þetta held ég verk sem svona fólk sæmilega sátt við, og það eiginlega sama úr hvaða flokki það og hérna hefur verið fólk hjá þér núna úr greinilega ýmsum flokkum og öllum flokkum sennilega, en allir tala af mikilli skynsemi hérna, og það það sem skiptir öllu máli, sko. Við getum verið ósammála, en hins vegar verkalýðshreyfingin, og það það sem ég vildi kannski segja, sko, menn hérna takast á svona hugsanlega þeir sem vilja fara heldur hraðar en aðrir í breytingar. Þá spurning hvaða breytingar. Það náttúrulega gríðarlega mörg verk að vinna í þessu samfélagi ef að við viljum halda áfram á þeirri uppbyggingarleið sem verkalýðshreyfingin hefur fetað, þó það hafi verið skrykkjótt alveg frá upphafi. Við sjáum í þessari sögu verkalýðshreyfingarinnar hvernig hún að hreyfa málum eins og til dæmis veikindatryggingum eða einhvers konar tryggingum, atvinnuleysistryggingum. Það líða jafnvel áratugir frá því að málun hreyft þar til það næst fram, og í dag þá stöndum við nú frammi fyrir til dæmis tiltölulega lifandi sögu sem við höfum nú verið að horfa á hérna í sjónvarpinu kvótamálið og skiptingu þess auðs. Við höfum verið að takast á eignarétt á lífeyrissjóðum, hvernig á að höndla það. Þarna eru sem sé ólíka skoðanir í þessari miklu hreyfingu, en ég held að engu að síður sé einmitt verkalýðshreyfingin fær að leiða þess svona ýmis mál af þessari gerð til lykta á skynsamlegan hátt, og það alveg að mínum viti mjög ljóst að lífeyrissjóðakerfið það verður að ganga í gegnum miklar breytingar á næstu árum. Já, herðu, ég ætla að pröfa aftur hann Jóhannes, hvort að þetta hljómar einn. Ég vil heyra Jóhannes líka. Já, Jóhannes, ég held að vandamálið sé hérna veik nettenging hjá þér, þannig að ég ætla aðeins að fá að heyra í þér. Jóhannes, þú heyrir í mér? Nei, það eitthvað vandamál. Heyrir þú í mér, Jóhannes? Já, ég heyri þér, heyrir þú í mér? Nei, hann heyrir ekki mér, það eitthvað bara vandamáli með tenginguna. Þannig ég ætla þá að skipta. Ég heyri þér, en heyrir þú í mér? Nei, hann heyrir ekki mér, þannig að við skulum bara fresta þessu og skiptum hérna yfir á Pétur Tyrfingsson sem að tók þátt í baráttu í verkalýðshreyfingunni á 8. áratugnum mest. Það var svolítið svona barátta völd í hreyfingunni á milli yngri manna og eldri rótgrónari manna, það ekki rétt hjá mér, Pétur? Þú varst ungur þá að krefjast breytinga. Þegar þú horfir þaðan, ég ætla ekki að biðja að rifja alveg upp þá sögu,
Þegar þú horfir þaðan á átöki sem eru núna og þú er búin að hlusta hérna í kvöld, hvernig slærir það þig sem sósíalískan verkalýð sinna? Þetta hefur ekkert farið vel í mig. Og maður þarf að hafa það í huga að maður hefur einu sinni svona skipt sér á verkalýðsbaráttu og tekið þátt í henni. Ég tók þátt í þessu þegar ég var ungur maður, jafnvel fyrir 20 kynntist ég þessu fyrst og maður var einhvern veginn að skipta sér að þessu og svo var ég erfiðisvinn maður í nokkur ár og var í Dagsbrún og kynntist nú svona þessu eins og Sólveig Anna að kynnast, náttúrulega ekki eins harkalegu eins og hún nokkuð tímann, en ég er þó svo frægur að Björn Bjarnason skrifaði í Morgunblaðinu hvað ég væri hættulegur maður og stórhættulegur og þá fann maður akkurat þetta að borgarastéttin og blaðamenn hennar, talsmenn hennar, stjórnmálamenn hennar og alls konar lið í Sjálfstæðiskvennafélaginu, Kvöt eða Verði eða systrafélagi Garðabæjar eitthvað slíkt, að þetta fólk froðufellir þegar það sér eitthvað gerast í verkalýðshreyfingunni þar sem að einhvern skrifstofuvald, einhvern stóri foringjar sem er hægt að treysta, foringjar sem hægt að treysta ef það er ekki hægt að heimila á þessu fólki. Og þetta var akkurat að gerast og Björn Bjarnason var að tala um þetta væri stór hættulegt. Hvernig er þetta eiginlega með Alþýðubandalagið? Getur það ekki passað upp á sína félagsmenn eða er þetta núna gegn verkalýðshreyfingunni og allt það? Þannig að þarna fáum við þennan tón. Þetta er miklu hörkulegra þegar stjórnarskiptin verða í Eflingu og það kemur í ljós að þetta er steindautt félag. Stjórnin sem var, hún nær varla að fá fleiri en bara sjálfa sig til að greiða atkvæði. Þau sem að buðu þarna fram, þau bara fara út á vinnustaðan og segir, heyrðu krakkar, við viljum bara nýja stjórn og það eru bara að rúlla upp á 3.000 atkvæði sem síður það að félagið var gjörsamlega steindautt. En takið eftir því hvað þetta ruggaði miklu bátnum og það fór mikill mótbyr og ýmsir afhjúpuðu hvar þeir standi í pólitík. Við fengum alveg að sjá það að Píratar eru ekki róttækur flokkur, það er ekki valkostur unga fólksins neitt slíkt. Þetta eru borgaralegir anarkistar sem munu bregðast leið og stéttirnar fara að takast á. Alveg leið. Þá standa þeir með auðvaldinu, með borgarastéttinni, með kyrrstöðinni, með kerfinu. Svo unga fólki getur bara afskrifa Pírata, við erum ekki að fara þangað. En ég sé þetta frá mínum sjónarhóli séð, þá sé ég þetta fyrst og fremst frá pólitísku sjónarmiði. Hver eru stóru málin sem við þurfum að taka á og það sem við, það eru launahækkanir og allt það. En það eru þessi stóru málin eins og húsnæðismálin til dæmis sem er allt og stór biti í allt og stór hlutir ráðstöfunarteknanna fer í það að greiða af húsnæði. Það eru líka hlutir sem við eigum eftir að mæta. Ég meina núna eru alls konar fyrirtæki að reyna að fá mann, en einn er að fá mann til að fara að kaupa raforku að þeim. Þetta líst mér ekkert á, það er verið að útdeila þessu út, semst einhver sérstök fyrirtæki sem ekki er í almannaeigu, eiga að hafa tekjur af þessu. Stefnir þetta í það að við þurfum að fara að hafa einhverjar áhyggjur af rafmagnsverðinu, að það verði ægilega dýrt og kyndingin ægilega dýr, mun þetta eitthvað aukast. Þetta er líka spurningur ellilaunaaldurinn eins og verið að benda á erfiðisvinnu fólkið á það einhvern veginn ekki að fá að hætta að vinna á skikkalegum tíma þannig að það geti átt eðlilegt ævikvöld, hvernig er með greiðslu lífeyris, hvernig er með þetta króna móti króna. Pétur, má ég bara ljúka þessu? Frá mínu sjónarmiði séð, það sem ég setja frá þessum tíma, þá segi ég, það er tómt mál að vera að tala verkalýðsbaráttu í dag sem einfaldlega bara svona kjarasamning sem hún semur í samtök atvinnulífsins. Það gerist ekkert mjög róttækt og verður ekkert stórt sem gerist fyrir að þessari þróun fylgir það að þeir foringjar sem eru núna vorið í verkalýðshreyfingunni eru tilbúin til að átta sig á því að við þurfum stjórnmálaflokk verkalýðshreyfingarinnar. Það er það sem ég langaði að spyrja það einmitt í tengslu þessu, því að þú ert sósíalisti og verkalýðssinni og horfir á þetta þaðan. En ég held að ég fengi hvorki Vilhjálm Birgisson og Ragnar Þór til þess að viðurkenna að þeir væru sósíalistar. Þeir koma allt annars þar að þessu. Sólveig Anna er hins vegar sósíalískur verkalýðssinni,
veit ekki hvort að sömu ætt og þú, ég veit ekki. Hvernig sérðu þetta bandalag sem að þeir eru að tala um? Nú þetta svona annars konar, þótt að allir vilji breytingar, þá það svona áherslunar koma úr ólíkum áttum. Já, það alveg rétt. Hvernig sér þú þetta? Ég treysti ekkert verslunarmannafélagið. Nei. Verslunarmannafélagið hefur fólk innanborðs sem í raun og veru tilheyrir atvinnurekendastéttinni. Við skulum muna það að verslunarmannafélagið var dæmt inn í Alþýðusambandið. Alþýðusambandið vildi það ekki, þess að allt of mikið af forstjóra, allt of mikið af sjálfstæðismönnum var, allt of mikið af fólki sem ekki raunverulegt launafólk. Og leið og verslunarmannafélagið ætlar að fara að haga sér eins og Efling og við fengum smá tal það. Hérna, Ragnar hefur aðeins mætt því, það eru félagsmenn inn í verslunarmannafélaginu sem eru svona spá í það, við viljum ekki að verslunarmannafélagið fari þess á. Þannig að það ekkert ólíklegt að það félag klikki þegar að mjög á reynir. Við skulum bara muna fyrri sögu þess. Okay. En Pétur, ekki síðustu formannskosningarnar sem Ragnar fór í gegnum síðast, voru kannski þetta akkurat. Og hann vann svona bara, hann vann bara góðan sigur miðað við eins og þú lýsir verslunarmannafélaginu. Þá vann hann bara mjög góðan sigur. Já, mjög fínt. En við skulum ekki vanmeta öflin sem eru þarna inni. Þau hafa kannski ekki átt að sjá alvöru málsins, hafa ekki fundið einhverja góða fulltrúa og munu sækja að Ragnari. Ragnar auðvitað fulltrúi þeirra sem við viljum hafa í verslunarmannafélaginu. Ég vil ekkert vera að hafa forstjóra Advania í verslunarmannafélaginu. Hvern fjandann hann að gera þar? Skilju, þú veist hvað ég að fara. Það líka sem við þurfum átt á. Þannig að verslunarmannafélagið veikleika. Þetta kemur líka upp hjá Ragnari, hann kemur upp með svona hluti, já, eigum við nokkuð að vera í ASI og einhverju svoleiðis. Þetta ákveðin veikleiki, þannig að ég segi... En VFR var ekkert í ASI, það bara tiltölulega nýlegt að VFR í ASI. Já, ég veit það. Tiltölulega nýlegt, hvað áttu við? Verslunarmannafélagið var í ASI þegar ég var og hét á 8. ári. Já, þú ert ungur maður, Pétur. Já, ég veit það. Þeir voru dæmdir inn í Alþýðusambandið. Svo erum við með Akranes. Sko, Akranesfélagið ekkert í almennum kjarasamningum. Hryggjarstykkið í verkalýðsfélaginu og Akranesi sem að gefa Vilhjálmsstyrk eru þeir sem vilja vinna hjá álverinu. Og það eru sérstakir samningar þar og það hans félagslegi grunnur. Fyrir utan það, þá þetta bara mjög lítið og máttvanna félag. Þannig að sko, við skulum ekki vera að byggja upp einhverja svakalega væntingar og halda þessi einhverju stóru hlutir að gerast vegna þess að þá fer fólk í það að halda það, já, við Sólveig Anna eða hver sem verður í forystu fyrir Eflingu, að þá verðum við með einhverja væntingar eins og þetta félag geti sko lyft einhverju grettistaki. Ég meina, þetta félag auðvitað eitt og sér, þetta félagið eina félagið sem við vitum að raunverulega róttækni þróun innan félagsins. Herðu, ég ætla að biðja að staldra við, Pétur, og ég ætla að fá að spyrja þig aftur og eftir, sérstaklega þegar úrslitir liggja fyrir. En ég meina auka spurningu að því að við lifum á tímum svona, við getum kallað casual TV, þar sem að fólk bara heima hjá sér. Á bakvið eru rosa mikið rauðum bókum. Hvaða bækur þetta? Þetta rauðu bækurnar eru Hildarverk Mars og Engels á ensku og bláu sem þú sér hérna, það eru fyrstu bindin í Hildarverkunum á þýsku. Þetta bara ágætis kjúriósa inn í þáttir að fá að vita þetta. En staldraðu við, Pétur, hérna, ég verði líka að taka fram að ég mikill aðtóð að Pétur bjargaði lífi mínu þegar ég var 14 ára, hann kendi mér 1 tíma í viku í eðlisfræði og það var eiginlega ljósi punkturinn í námi mínu þann vetur. Hann dásamlegur kennari, það var það allavega, ég get ekki lofa neinu í dag, það bjargaði lífi mínu. Það var líka þegar ég var ungur róttæklíkur, kannski 15-16 ára og var að ganga niður Laugaveginn á 1. maí, þá gekk ég með þeim róttækustu sem voru aftast og það var fylkingin og þá var Pétur með Gjallarhorn og hann hélt ræðu alla leiðina niður Laugaveginn, hann með mælskari mönnum á Íslandi, þannig að þess vegna ég að reyna að stoppa hann svona, hann gæti farið á mikið skrið. En talandi söguna, þá hér Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir hérna með okkur. Steinunn eiginlega afkomandi Dagsbrúnar, það Héðinn Valdimarsson raunverulega mótaði Dagsbrún inn í svona frá frumbýlisárunum yfir í að verða alvöru baráttutæki
alþýðunnar á sínum tíma og fór með það í gegnum alls konar pólitíska breytingar svipað og Pétur var að kalla eftir að það yrði mótað alvöru pólitískt afl til þess að berjast með verkalýðshreyfingunni og klauf alþýðuflokkinn og stofnaði sósíalistaflokkinn gamla meðal annars. Steinunn Ólína, ég nú ekki að ég byrja þig að koma með alltaf þessa sögu í farteskinu. Ég ætla bara að spyrja þig svona hvernig þú hefur fylgst. Ég líka með rauða bók en þetta sko The Anarchist Cookbook. Já. Svona breytast í vandi. Þú hefur fylgst með kosningabaráttunni, ef ég tekið eftir. Hvernig komdu nú með svolítið greiningu? Hvað var þetta? Já, ég hef sannarlega fylgst með henni vegna þess að mér finnast þetta mikilvægustu kosningarnar á Íslandi í dag og raunverulega miklu mikilvægari heldur en bæði alþingiskosningar og sveitarstjórnarkosningarnar. Við sáum það í síðustu alþingiskosningum að jafnvel hið háa alþingi lætur sér í léttu rúmi liggja þótt að illa sé farið með kjörgögn og kosningar raunverulega með því ógildar. Jafnvel þótt litlu hafi skeikað, en þetta eru prinsippmál og þegar við sitjum með ríkisstjórn sem getur ekki haldið prinsipp, þá er það ekki líklegt til þess að auka trú manna á alþingi. Og ég hef enga trú á alþingi Íslendinga með þá stjórn sem hér hefur setið því miður allt og lengi. Og þess vegna set ég sem bara borgari í þessu landi nú orðið allt mitt traust á verkalýðsbaráttuna. Og þá þetta stóra félag Eflingu sem telur náttúrulega 30.000 manns og mér finnst sárt að vita til þess að í síðustum kosningum þegar Sólveig Anna náði kjöri að aðeins 2500 manns kusu að þessi félagskapur 30.000 einstaklinga sé svo ómeðvitaður það afl sem í þeim býr. Hins vegar það ljóst að öll verkalýðsbarátta hefur verið töluð niður á Íslandi margra áratuga skeið og það rétt eins og kom fram í verbúðinni að til dæmis mín kynslóð og kannski kynslóðin sem eldri en ég var bara voða mikið að spá í að það væri búið að leyfa bjórinn og eitthvað svona og ég náttúrulega vissi ekkert hvað var að gerast á þessum tíma, hvernig kaupin gerðist á Eyrinni með kvótann og svo framvegis, en meira og minna öll mín fullorðinsár var stéttabarátta bara alveg ótrúlega hallarisleg og fólk af minni kynslóð nýtir sér bara komið fram í stéttafélög bara sem sumarbústaðarleigur og einstaka sinnum til að sækja pening fyrir eitthvað sérstakt þegar fólk uppgötaði að það gat sótt eitthvað pening í það en að nota sín stéttafélög sem sko jafnréttistæki það var bara ekki tísku. Nú hins vegar staðan þannig að það mun ekkert gerast hér til breytinga, til batnaðar nema í gegnum verkalýðshreyfinguna. Það mín sannfærða trú og þess vegna verðum við öll í landinu að styðja þetta fólk vegna þess að þetta fólk getur með samtakamætti sínum gjörsamlega lamað íslenskt samfélag og sýnt hverjir stýra þessu sjói sem daglegt líf á Íslandi. Hvar völdin liggja eins og sagt var í. Hvar völdin liggja. Já, og ég hef ekki áhyggjur af því að verkalýðsbarátta á Íslandi verði svolítið herská. Ég held að sá tími sé kominn að það sé nauðsynlegt. Og ég skal fara í setjuverkfall með hverri þeirri láglaunar starfsgrein sem vill fara í slíkt verkfall. Og ég held að nái núna til dæmis forysta Eflingar mannesku í formannssæti sem treysti sér í slíkan slag, þá séum við auðvitað að sjá fram á vonandi mikil átök í verkalýðsbaráttunni. En ég held að það verði okkur öllum til haps. Ég held að það sýnir sig að listamenn og verkafólk knýja fram góðar breytingar í samfélögum og hvert samfélag verður aðeins dæmt af því hvernig kjör þeirra lægst launuðu eru. Og nú veit ég að því ég bý með manni sem búin að búa hálft lífið í Noregi að til dæmis
verkafólk í Noregi, þar getur vísitölufjölskyldan lifað að einum launum fullorðinna manna. Þar virkar þessi hugmyndum sósíaldemokratíu eða hvað við viljum kalla hana, bara mannúðlega stefnu, þar sem að allir vita að einn aðili þarf hugsanlega að vera alveg börn, annar aðilinn getur veikst og svo framvegis og þessna duga 1 mánaðarlaun. Og þá geta líka báðir aðilar unnið ef það eitthvað keppi að eignast peninga, en það gleymist oft að það bara ekkert áhuga mál allra að eignast peninga. Sumir vilja bara hafa nóg til hnífs og skeiðar og það þeim nóg. Hins vegar búum við í landi þar sem að verðmætamatið allt byggt á fjárhagseign og þess vegna líður hér mörgum svo illa vegna þess að það sífellt verið að telja okkur trúum að við getum ekki verið ánægð nema við eigum nóga peningum. En eins og allir vita, þá snýst hamingjan alls ekki það. En Steinunn, þú lýsir svona ástandi þar sem að verkalýðshreyfingin var bara litið á hana sem sumarbústaðarleigu og svo að lýsa að það þurfi að nýta þetta tæki til raunverulegrar baráttu og þetta lýsa hvert á að fara. En nú það andskotunum erfiðar að ganga inn í svona gjeldastofnun eða félag og breyta því. Og ég meina, þú ert að tala verkafólk og listafólk, þú getur bara ímyndað þér að ef þetta væru leikhús sem hefði ekki verið með almennilega sýningu í 30 ár, að það erfitt fyrir leikhússtjóra að labba þar inn og breyta einhverju. Hvað Já, eitt að vilja, en telur að þetta fólk sem þá líklega Sólveig, Vilhjálmur, Ragnar og félagar geti breytt verkalýðshreyfingunni þannig að hún verði raunverulegt baráttutæki, róttækt baráttutæki fyrir alþýðuna? Ég held að þau séu okkar eina von og við verðum að trúa þau. Og þessi kosningabaráttur náttúrulega búin að vera gjörsamlega kostuleg vegna þess að hún hefur ekki snúist hagsmuni fólk sem í Eflingu, heldur hún hefur snúist einhvers konar stríðsástand inn á þessari skrifstofu Eflingar. Það nú bara þannig að Efling var bara ekkert í umræðinu eða skjólstæðingar Eflingar fyrir en að Sólveig Anna verður þarna formaður 2018. Og ég veit ekki, nú ég bara að segja hvernig ég upplifði þetta. Ég fylgdist ekkert með málum Eflingar fyrir en að Sólveig Anna kemur þarna inn. Og það virðist vera að þarna hafi bara verið skrifstofa, vel rekin skrifstofa með fullt af vel launuðum einstaklingum og þegar hún hafi komið þarna inn og fyrir að taka til hendinni og fyrir virkilega að vinna í hlutunum að það hafi bara komið einhvern veginn illa við starfsfólki sem var þarna fyrir. Ég veit ekki hvort hún mætti allt í einu með bunka af skjölum og borðin til þeirra og baða að vinna fyrir því, ég veit ekki hvað gerist nema það að hún kemur og gerir aðrar kröfur en hafa verið gerðar augljóslega þarna áður og fólki mislíkar það. Það vant því að vera þarna í einhvers konar svona þægilegri innivinnu en nú á allt í einu að fara blása til átaka. Og það nú þannig á Íslandi að fólk getur mjög illa frjálst höfuðstrokið og tengt fólki hægri og vinstri. Ég til dæmis með það hvernig ég tjái mig, þá ég heppin að vera leikari því ef þið mennta mig til einhvers annars þá fengi ég sennilega hvergi vinnu á Íslandi. Það nú bara þannig. En það hefur afskaplega lítil fókus verið á það sem að Sólveig þó reyndi og hvað henni tókst þegar hún var formaður síðast og öll umræðan snúist einhverja ofbeldisumræðu sem auðvitað lituð á þeirri ofbeldis og fórnarlamba umræðu sem hefur litað allt íslenskt samfélag. Ég hef mjög litlar áhyggjur af því, ég hef enga trú á því að Sólveig Anna sé einhvers konar illmenni og mér finnst eiginlega hlægilegt að hvernig bæði andstæðingar hennar í þarna sem í framboði hafa raunverulega lagt ofur kapp á það að mála einhverja mynd af henni sem einhverju grílu. Ég þekki mjög marga karlmenn sem hafa líka stjórnunarhætti og Sólveig Anna sem kannski svolítið einrænir
eru fókusaðir og eru miða á þau markmið sem þau hafa sett sér og hafi engan tíma til að hafa áhyggjur af því hvernig fólki líður. Og fólk á vinnumarkaði verður bara að ná sér í umhyggju annar staðar. Og ef það að vinna með fólki sem augsýnilega hefur hugsjón og ástríðu fyrir því félagi sem það að vinna hjá, þá á að greiða götu þess formans, ekki standi í vegi fyrir því með einhverju bölvuðu væli. Herðu, takk fyrir þetta, Steinunn Ólína. Það eftir því sem að talningafólk segir að það svona 20, kannski 30 mínútur í fyrstu tölur, en við þekkjum að það getur dregist aðeins. Ég ætla aðeins að venda mínu kvæði í kross og hérna hjá okkur Agnieszka Sokolowska sem frá Póllandi. Hún ekki í Eflingu eftir því sem ég best veit, en málið það að yfir helmingurinn af félagsmönnum í Eflingu eru innflytjendur og af þeim langstærsti hlutur Pólverjar. Og það svolítið munur á kosningunum núna og var 2018 að það verið að tala að Efling sé 35.000 manna félag og svona margir kusu, en þá voru bara 16.000 á kjörskrá. Nú eru mun fleiri á kjörskrá og ástæðan sú að fólk sem búin að vera hér í skamman tíma á kjörskrá núna en svo var ekki 2018. En allavega þá ég veit ekki, það ekki verið gefið út hversu stór hluti þeirra sem eru með kosningarétt eru innflytjendur eða Pólverjar, en það mjög stór hluti. Ég tók þátt í svona undirbúninginum að frambáðinu 2018 og maður lærði það svolítið á leiðinni að hvað kosningar í verkalýðsfélögum eru mikilvæg fyrir innflytjendur, því að margir þeirra hafa ekki ríkisborgararétt og það ekki kosningarétt til Alþingis og þú þarft að hafa búið hér samfleytt í 5 ár til þess að hafa kosningarétt í sveitarfélaginu og það þýðir að ef þú ferði á vertíð í heimalandinu eitt sumar að þá byrjar að telja aftur, þannig að þú ert að vera hér samfleytt til þess að fá að kjósa hérna eða þú ert ekki ríkisborgararétt. En í verkalýðsfélaginu að þá ertu með kosningarétt. Og mér langar að spyrja þig Agnieszka, þessar kosningar, þær mikilvægar, myndur þú segja það, á þess að ég get gert ráð fyrir því að þú svari fyrir allt pólska samfélagið, en þessar kosningar mikilvægar fyrir Pólverja á Íslandi? Já, komið sæl. Já, ég myndi segja það. Það mjög mikilvægar og já, sem sagt, var búin að nefna að ég sé ekki félagsmaður í Eflingu, en samt ég búin að fylgjast með og skipta sér í þessu mjög mikið, bara út af því að það sem að gerast í Eflingu og búin að gerast undanfarið hefur mikil áhrif á samfélagið og hefur mikil áhrif líka á hínu styrtarfélag og ég myndi segja að það svona fordæmi fyrir öll vonandi verður, fordæmi fyrir öll styrtarfélag á landinu. Þannig að já, ég nokkuð búin að fylgjast með og hvetja Pólverja til að taka þátt í þessum kosningum, bara sem mest. Af hverju það mikilvægar kosningar? Þú varst búinn að nefna það. Það bara mjög oft það eina leið fyrir innflytjenda að tjá sig og hafa áhrif á eitthvað sem tengist pólitíkunni hér á Íslandi. Og já, og Pólverjar eru pínu svona sérstakir þegar það kemur til kosninga. Þannig að, já, það líka það mikilvægt út af það sést, þú veist, áhrif félagsmanna í Eflingu bara sinnilegt og innflytjendur geta sést það hvað hafi komið út úr því. En nú var Agnieszka Eva Sijolkowska, hún var varaformaður og svo varð hún formaður þegar Sólveig sagði af sér. Það mikilvægt fyrir pólska samfélagið að pólskur innflytjandi sé að stýra svona stóru öflugu verkalýðsfélagi? Hefðirðu kannski, ef ég má spyrja, hefðirðu viljað sjá hana kannski vera í formannsefni að bjóða sig fram?
persónlega? Já, Já, ég persónulega. myndi vilja sjá það, já. Ég Já. þekki Agnieszku og þetta skipti okkur rosalega miklu máli að framboð til stjórnar endurspegli svona hvernig félagsmenn Eflingar eru í raun og veru. Hvers konar hópar eru að mynda það. Þannig að þetta var eins og ég tók eftir á samfélagsmiðlum og sérstaklega í einum Facebook-hópnum Pólverja sem eru yfir 20.000 medlimir í. Það sem skiptir mestu máli núna fyrir Pólverja voru að það sé einhverjir frambjóðendur á listunum á pólskum uppruna. Og þetta var því miður bara á A-listanum. Þannig að ég myndi giska það að helstu Pólverjar sem tóku þátt í kosningunum ákveðu bara að kjósa A-listan. Það gæti ég jafnvel orðið til þess að sveifla úrslitunum til að pólska samfélagið kjósi frekar A-listan og það sé kannski fyrir þá sem að sitja hér og að ræða málið út frá svona íslensku sjónarhorni eitthvað svona sem að við bara höfum ekki skynbragð á og skiljum ekki, að það geti allt í orðið sveifla yfir á A-listan frá pólska samfélaginu, af því að þar eru fleiri Pólverjar og betur unnið í pólska samfélaginu. Ertu að segja það? Já, þetta fer bara einungis eftir þáttöku, ég myndi segja. Já. Þannig að það kemur bara ljós bráðum. Já. Því miður þá hefur tanningamenn ekki vilja gefa út kosningaþáttöku. Það hefði verið hægt að sjá það á leiðinni, þannig við höfum ekki hugmynd um það. Það getur verið, það væri 2000 mann sem að kusu, það getur verið 20.000, við höfum bara ekki hugmynd eins og komið er. Og það mun koma í ljós á eftir og þá var einmitt mjög forvörðilegt að rýna í kosningaþáttökuna og bera hana saman við hvernig hún var áður. Herðu, Agnieszka, ég þakka þér fyrir innlitið. Þú mátt aldrei hérna við og kannski ræðum við saman þegar úrslitin liggja fyrir, ef þau liggja fyrir eftir 20 mínútur. En hérna er alls konar fólk, hérna til dæmis Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er í endurreistum leigjendasamtökum leigjenda á Íslandi. Blessaði Guðmundur. Blessaður. Herðu, þessi úrslit, skiptaðu máli fyrir baráttu leigjenda eða eru leigjendur bara áhugasamir að vinna með Eflingu sama hver sigrar? Já, sjálfsögðu mun þessu úrslit skipta einhverju máli fyrir hagsmuni leigjenda, en mér heyrist hún samt sem áður á öllum frambjóðendum eða frá frambjóðendum sem þriggja frambjóða að húsnæðismáli munu vera sett á oddinn í komandi kjaraviðræðum og svona almennt í hagsmunabaráttu félagsmanna Eflingar, þannig að ég á vona því að þetta verði ofarlega í umræðinu hjá leiðtogum verkefnisfélagana og ég heyri það bara hjá leiðtogum hinna verkefnisfélagana. Þetta er svona það sem maður mun kannski steita á í komandi kjarasamningum, hvernig verður með fasteignamarkaðinn og húsnæðismarkaðinn. Já, þannig að þú ert ekki að leggja dóm á það hver muni sigra. Nei. Þetta er náttúrulega ekki formannskosningar, þetta eru stjórnarkjörskosningar. En ég er vissum að húsnæðismál verði ofarlega. Kíktur á, ef ég má spyrja, á áherslur þessara ólíku lista á húsnæðismál. Voruð þau öll bara með húsnæðismál mjög ofarlega? Sko ég las ekki neitt til stefnumál flokkar en það var bara það sem ég las í blöðunum og hlustaði eftir þessu orðræðu og horfði á kappræður í sjónvarpinu og svona. Og þar nefndu þau öll bara húsnæðismál yrði mjög mikilvægt atriði í komandi kjarasamningum. Þannig að ég á alveg vona því að þetta eigi eftir að vera aðalatriði í komandi misserum fyrir verkalýðshreyfinguna og ég veit að hver sem stýrir því félagi mun vera með húsnæðismálinu á oddinum. Ég hef heyrt mikið til hennar Sólveigar og tala þetta og hún setur þetta mjög skýrt fram í sínum málflutningi að húsnæðismálin séu svona alfa og omega þegar kemur að því að rétta hlut láglaunafólks vegna þess að
mestu hluti af tekjum þeirra fara í húsnæðiskostnað og ég heyrði þetta líka frá hinum frambjóðendum og ég las til dæmis grein í morgun á Vísi þar sem einn frambjóðandi á A-listanum var að tala mikilvægi þess að rétt af leigumarkaðinn og ég get ekki annað en að bara tekið heilsugur undir svoleiðis málflutning og ég vil bara heyra meira af þessu. En ef ég má taka það út úr hlutarkíðinu sem talsmaður Leigjendasamtakanna, það hefur svona verið þráður hér í kvöld, það sem hefur verið að tala að fólk horfir til verkalýðshreyfingarinnar að ná hér fram einhverju réttlæti og einhverjum samfélagsbótum og að vonin hafi eiginlega kviknað með kjöri Ragnars Þórs og Sólveigar 2018. Upplifðir þú það svona sem borgari út í bæ? Að það væri að verða eitthvað breyting, að fljóti væri að ryðja sig? Já, svo sannarlega. Ég var svo heppinn að geta fengið að starfa með framboði Sólveigar 2018 og það var alveg mögnuð upplifun fyrir mig og ég upplifði líka bara þessa andúð og þetta andof sem að hún mætti í sínu kosningabaráttu þá sem að var kannski á öðrum toga eins og núna en ég get tekið undir þeirra sem hafa talað á þessa vegu kvöld að þetta var eiginlega alveg ótrúlega upplifun og eiginlega stundum hálflýgilegt að segja frá því sem að mætti manni þegar maður var svona stígun á skrifstofu Eflingar þessum tíma og líka bara út í samfélaginu þegar maður var að hjálpa fólki að komast á kjörstað og kynna verka fólki fyrir réttindum sínum til þess að kjósa. En þetta var gríðarlega mikil breyting. Ég fann það bara sem neytandi og sem leigjandi og verkamaður hversu mikla von þetta veitir manni og það skilja það enginn nema sem að hafa prófað það hversu magnað og mikilvægt það að gefa verkafólki von. Vegna þess að bara vonin ein svo mikill kraftur og færir svo mikið kraft með sér inn í tilvist okkar sem að eigum undir þessu okkar líf undir því að hér sé svona bærilegu lífsskilyrði að vonin sem kemur með svona einstaklingar eins og Sólveig og hún getur kveikt alveg gríðarlega mikla krafta hjá stórum hópi fólks og það höfum við bara séð. Við höfum séð náttúrulega bara algjöra bylting á því hvernig fólk lítur á sig sem þáttakendur eða leikundur á þessum félagsmenn í þessum félögum eins og þú nefndir bara áðan að það var varla þetta að manna kjörklefana áður en að Sólveig kom upp á sjónarsviðið og núna hefur hún gjörbreytt landslagi í verkalýðsbaráttu allan innan Eflingar. Við sjáum það bara þáttökunni að það engin hörgull á því að fá fólk í framboð. Herðu, það ennþá verið að bíða eftir úrslitum, það eru einhverja mínútur í það ennþá, en hér hjá okkur Andri Sigurðsson sem eins og einu sinni hét samfélagsrýnir og af róttakari tegundinni, hann heldur úti meðal annars Facebook síðunni Jæja sem svona með róttakari með róttakt sjónarhorn á fréttir og samfélagsumræðuna. Andri, hvernig metur þessa svona kosningabaráttu ef við tökum hana? Nú voru þetta svona harðari átök heldur en að menn hafa séð bara síðan í einhverjum presskosningum þegar menn voru að henda hrosslíkum í skurðina hvor hjá öðrum. Hvaða átök voru þetta? Hvaða öfl voru að takast á? Já, sælir. Ég held að þessi harkalegu átök sem við höfum séð svona síðustu daga hafi svona komið mörgum á svolítið óvart líka. Ég held að við höfum ekki séð svona hörku bara áður raunni. Ég man ekki eftir því, sko. Ég búin að vera að taka þátt í stjórnmálum núna í 15 ára eða eitthvað. Ég man ekki eftir að hafa séð svona rosalega svona hörku í umræðinni og svona bara svona vegið svona persónlega að einhverjum sem að bjóða sig fram. En ég held að svona langar bara að taka undir með Pétri Tyrfingsinni sem að búin að lýsa þessu ágætlega að þarna erum við að sjá svona bara svona hugmyndafræðileg átök á milli borgarastéttarinnar og verkafólks mætti segja og þetta svona og svona heiftin og andúðin og þetta sem að brýst út eru svona bara svona, já, út af því, sko, og svona djúpum hugmyndafræðilegum átökum
sem finnst mér sko, og megið segja að þú ferð inn á skrifstofun og svona skoðar það sem að gerast þar, og held ég að þetta væri þetta að færa góð rök fyrir því að það sem hefur gerst þar sé rauninni að sama meiði, þú veist, starfsfólk sem að vinnur á í stéttarfélögum náttúrulega í svolítið svona sérstaklega stöðu, það ekki beint sko verkafólk, það svona einhvern veginn á milli þarna og svona sjáum að miðla málum á milli sko atvinnurekenda og verkafólks og svona miðla málum í sko hvernig í arðráninu sjálfu, þannig að veitu að því að þú vitna til Pétur Styrvínsson, hann var að lýsa því að það væri ekki hægt að treysta VR vegna þess að inn í VR væri láglauna fólk sem að vera að vinna í stórmörkunum og hlutis, en þar væri líka svona forstjóragangurinn, það væri framkvæmdastjórarnir og aðalbókarinn og aðstofamaður forstjórans og allt svoleiðis. Svo þetta segja það að sú tegunda fólki með þá stéttarstöðu starfar inn á skrifstofu Eflingar og það séu átökin. Þannig átöki sem að Pétur var að lýsa sem væri hættan á að yrðu alltaf inn í VR hafi raunverulega verið inni í Eflingu á milli kjörinna fulltrúa og skrifstofur. Já, ég held að sé alveg augljóst sko, og þú veist, þá ég ekkert að segja að skrifstofufólki sé eitthvað vont fólk eða þannig, að það bara í þessari stöðu og við vitum alveg að fólk svona, þú veist, svona stéttabarátta, hörð stéttabarátta bara eitthvað svona sem svolítið svona nýtt einhvern veginn að koma aftur núna. Við sjáum, það svona ákveðin svona framför í eða svona, hvað að segja, svona stéttar stríðið bara að svona herðast og við sjáum bara svona bara allan heim að það er mikið að gerast í verkalýðsmálum, bara í Breitlandi, í Bandaríkjunum og mikið af fólki að svona og við erum bara svolítið svona enduruppgötva held ég bara harða stéttabaráttu og stéttastríð og þess vegna líka svo áhugavert að horfa á þetta sem að gerast. En hvert leiðir þetta? Ef það er aukin harka í átökunum, getum við verið að horfa á klofning eins og Starfsgreinasambandsins og Alþýðusambandsins því það er eiginlega, sko, maður þarf að vera mjög langt aftur til þess að sjá, sko, það sem er róttækni leidd í verkalýðshreyfinguna. Það er eiginlega eftir að sjálfstæðismenn og fleiri komu sér til valdaðar og gerðu bandalag með krötum og einhverju fleirum, að þá hefur verkalýðshreyfingin eiginlega bara kringu 1960, kannski fáið Þorleif Friðriksson til þess að leggja dóm á þetta, tekið upp kannski svona hægri baráttumálum, séreignarstefnu í húsnæðismálum, séreignarstefnu í lífeyrisréttindum. Það er eiginlega stæðstu svona sósíalísku sigrarnir, Þorleifur nefndi hérna áðan atvinnuleysistryggingar, það er held í 56. Það er ekkert svo margir svona sigrar sem hægt að benda á og segja að þetta er sko baráttumál verkalýðshreyfingarinnar sem eru sannarlega sósíalísk eðlisum. Já, einmitt, ég er alveg sammála því og þess vegna er svo mikilvægt að Sólveig Anna vinni þessar kosningar. Þannig að sko bara við eigum rauninni möguleika á því að byggja upp einhvers konar róttæka stéttabaráttu á komandi misserum sko. Ef hún tapar í kvöld þá held ég að það verði mjög stórt svona skref bara aftur á bak í stéttabaráttunni og ég er alveg sammála líka eins og Pétur var að segja, þú veist, Villi og Ragnar Þór, ég þekki þá alveg og hefur stutt Ragnar Þór í sinni baráttu líka, en þeir náttúrulega eru ekki kannski svona hugmyndafræðilega séð alveg svona með svona skýra afstöðu í þessum málum, þótt að þeir séu alveg svona í þessu sama liði eins og Sólveig Anna sko, en þannig að það er svo virkilega mikilvægt að hafa hana til þess að svona hafa þetta hugmyndafræðilega svona bakbein til þess að leiða baráttuna áfram í rétta átt. Herðu, við nefndum hérna Pétur Tyrfingsson og hann réttir upp hönd og það þarf að skjóta hér inn athugasemd eða bæta við, ég veit ekki hvað hann þarf að gera. Já, sko, mér langar til þess að sko vekja athygli á því að þessi barátta og þróun innan Eflingar sko hefur algjöra sérstöðu og það er ekkert, sjáum ekkert sambærilegt hvorki á Akranesi né heldur hjá Vestlunarmannafélaginu. Sko, Sólveig Anna
og ekkert síður A-listinn held ég, þegar ég er bara að reyna, ég sagði það að ég tek þessa baráttu mjög nærri mér, vegna þess að þetta er mitt gamla verkalýðsfélag og það er skrítið að maður hefur einu sinni verið í verkalýðsfélagi, maður hefur einu sinni fengið að taka þátt í því, alveg sama hvað manni fannst nú jakan og alla það og hvernig þetta var allt saman og óþolandi bírókratar og allt það, að þá gáður manni allan séns. Það er eitt af því sem hefur breyst. Ég kom inn í dagsbrún og maður var svona rúttakur að rífa kjaft og það bara svo Gvendi Jaki þegar, nú, þannig er ungu maður að rífa kjaft, hei, tökum hann inn í trúnaðarráðið og maður var bara komin inn í það til 3 mánuði. Þetta myndi aldrei gerast í bírókratíun í dag, en það er reginmunur á Eflingu til dæmis og þessum, ég held að Andri sé ekki alveg á réttri börn með því að segja þetta sé sambaralegt að ég er að tala um verslunarmannafélagið. Verslunarmannafélagið er þannig samsett að Ragnar Þór er í stöðugri hættu að ákveðin félagsleg öfl sem hafa mikinn félagslega þunga geti gert uppreist gegn hans stefnu og hans forystu. Þetta er ekki séns í Eflingu. Það er engin svona hópurinn í Eflingu sem að geti gert uppreist gegn þeirri forystu sem er að reka stéttabaráttu-stefnu. Og takk eftir því, ég segi stéttabaráttu-stefna, þetta var alveg skýrt í frambúðinu sem varð undir forystu Sólveigar Önnu, að það er stéttabaráttu-stefna. Það er þessi klára skoðun að verkalýðshreyfingunni og verkalýðsbaráttan fer ekki fram þannig að samningamennirnir eru klókir, sniðugir að reikna og svona einhvern veginn þannig. Nei, það þarf að virkja alla félagsmennina og virkja hið félagslega afl sem felst í verkalýðsstéttinni. Þetta er skýrt og hefur verið hjá þeim sem hafa verið að bjóða fram í Eflingu og verið þar í forystu frá því 2018. Þetta hefur það ekki í hinum félögum, þó við séum að hampa þeim sem andstöðu öflum og svo framvegis. Ég er ekkert að leggja til þessara manna, hvorki Ragnars né Vilhjálms. Ég er bara að benda á ólíkan félagslegan grunn þessa fólks sem er að bjóða sig fram til forystu. Það er alveg skýrt hver grunnur er, sá sem vinnur kosningarnar í Eflingu núna, hver sem það er, byggir á tröstum félagslegum grunni, vona ég, eftir því sem að þáttakan er meiri. Og þetta er annað fyrirbæri heldur en það sem er Eflingu. Svo eru konfliktar á skrifstofan og allt það og ég verð bara klökkur þegar ég horfa á það, hlusta á það og ég bara reyni að hamast við að hafa ekki skoðun á því. Ég bara reyna það, það er mjög erfitt og allt það, en mér finnst ég bara ekki vita nógu mikið og ég er bara mjög sár og hnugginn yfir því öllu vegna þess að það er svo margt sem að þarna er að gera sig, ég bara skil ekki, svo ég bara verið að reyna að forðast að vera að dæma eitthvað slíkt og Þú hefði viljað að umræðan Eflingu myndi snúast stéttabaráttu láglaunafólksins frekar heldur en Já, ég hefði viljað að fólk hefði bara sleppt því að vera alltaf að segja þessar fréttir af tilfinningalífi sínu. Maður á að tala um málefni og við að rífast, við þurfum ekki alltaf að kæfa það sem við að segja með því að leggja svona svakalega áherslu á það hvað við hneyksluð. Við bara sleppa því. Já, Andri, ég ætlaði að biðja afsökunar vegna þess að Pétur var að skamma þig fyrir tenginguna við VFR og skrifstofuna, það var ég sem að skautin inn. Það var ég sem að skautin inn. Það var það sama og ég. Það var bara það sem ég var að minna. Ég var alls ekki að mótmæla því sem hann sagði, alls ekki. Það að segja að þetta var ekki alveg sambarlegt. Hvað segir Andri, er ekki greiningin sem að Pétur kom með þannig upphafi svona ólíka stéttar stöðu þessara félaga í stéttabaráttunni, er þetta ekki kórrétt? Jú, það held ég að hljóta að vera Pétur þekkir þetta náttúrulega miklu betur en ég og ég er bara að sammála öllu sem hann er búinn að segja hérna og það er ekkert eitthvað miklu við það að bæta held ég. Ekki beint. Já, mér sýnist Guðmundur Arngrímsson verið að biðja orðið, en hér er komin ungur maður sem ég ætlaði að tala við. Guðmundur, skjóstu inn einhverju smá setningu? Já, að því vorum að ræða húsnæðismálin og verkefnisfélögin, þá held ég að sé mjög mikilvægt núna á þessu ári og bara á komandi missum að verkefnisfélögin móti sér mjög róttæka stefnu í húsnæðismálum, þar að segja að séu ekki að semja við sveitarfélögin á þeirra forsendum inn í þessu kapitalíska hagkerfi og forsendum þess
veikburða framlög inn á húsnæðismarkaðinn. Allt gott þessi félög að segja, þessi óhagnættum félög, en það verður að koma bara mjög róttæk stefna frá verkalýðsfélögunum og í samvinnu við sveitarfélögin, hvernig á að leysa hann húsnæðisvanda sem eykst ár frá ári, og ég vil bara fá að sjá bara að þessu teknar inn tillögur sem að miða bara allt öðru byggingarformi, rekstrarformi en við höfum séð hérna á Íslandi undanfarin 50, 60, 70 árin. Og ég vil bara að sjá Guðmundur, þú ert bara átak á starfið við Breiðholtið einhverju formi, ekki Breiðholtið eins og við myndum gera það í dag. Og ekki útiloka neinu sérstök til dæmis eins og samvinnubyggingarfélög og sjálfseignarfélög, bara leyfa þessu allir borðið. Þetta að vera að framkvæma svona verkefni víða heim núna ennþá í dag, þannig ég sé ekki að þetta getur ekki gengið hérna á Íslandi. Ég vil sjá þetta í samvinnu við verkalýðsfélögin. Jökull Sólberg Auðunsson hérna, ungu maður sem er svona samfélagsrýnir, greinandi eins og Andri. Jökull, hvernig slær þessi barátta þig, kosningabarátta, eins og hún var háð? Baráttan bara alltaf því miður, eins og búið að koma nokkur sinna minna, einkenndist af fréttaflutningi af alls konar einhverjar sálfræðikannanir sem að rötuðu til almennings og einhverju lekar og svo voru að svara fyrir það og það sem ég dáðist af var bara að voru B-listin kannski sérstaklega náði að þó að þau voru stanslaust spyrð út í allt þetta, þá tókst þeim svona að koma sínum málefnum á framfæri og ég var nú aðeins aðstoða þau að setja saman heimasíðu og svona og það var allt saman þýtt á ensku og pólsku og bara mjög mikill metnaður. Ég veit ekki til þess að það hafi verið svona mikill metnaður í svona kosningum bara nokkuð tímann áður sem sagt allavega á síðustu árum Þannig að það greinilega svona slagkraftur í þessari nýju verkalýðsbaráttu og svona kannski stór tíðindi bara fyrir alltaf vinstrið og aksjónið er greinilega svolítið núna í verkalýðsbaráttunni og það hefur verið að skila gríðilegum árangri náttúrulega, þannig að það eitt og sér náttúrulega bara mjög spennandi. En segðu mér eitt, því ég man eftir því að þegar þú skrifaður einhvers staðar á Twitter eða Facebook að þú væri sósíalisti og það kom mörgum svona í kringu þig mjög óvart og þú fekkst yfir eitthvað svona gusur. Getur það verið að samfélagið sé þannig að þeir sem að vilja róttæka breytingar, að þeir þurfi að búast við því að fá yfir sig svona yfirhalningu eins og svolítið annað fengið? Já, alltaf því miður og ég held að þessi mismunandi úr frá hvaða bakgrunni fólk kemur mér að segja og stuðningurinn sem fólki hefur, það er mjög mismunandi. Ég held að sem ég hef séð í þessari baráttu er að Sólveig Anna er svona svolítið woman on a mission og lætur ekkert vaða yfir sig og svona svarar mjög vel fyrir sig og eitt af skemmtilega sem að lesa náttúrulega er bara þegar hún er að svara fyrir sig að hún er mjög góð í því og skrifar algjörlega frábærar greinar og fór á köflum bara á kostum í þessari baráttu þegar hún var að svara fyrir sig en svo sem maður að þetta hefur áhrif og þetta er ekkert grína að fara í þetta og maður upplifir kannski að þegar hún sagði af sér var það þú veist, kannski bara eitthvað mæli fullur og það er svolítið sorglegt að sjá að þessi hægt að ná svona til fólk sem er í þessari baráttu þó hún hafi haft stuðning fjölda fólks á skrifstofunni þá greinlega var ekki hjá öllum og það þarf 2 tilraunir kannski, ég er svona myndað miklu vona við að þeim takist að endurheimta þetta umboð og verður mikil unun að sjá það þá en þá vonandi er hún komið með þá krafta sem þarf í þetta. Hún fekk náttúrulega gríðarlegt umboð 2018, kominu fram hérna áður og hún fekk meira en 80% atkvæða sem að var kosning gegn A-listanum sem að var framboðslisti trúnaðarráðsins og félagsins sjálfs í raun. Ef við skoðum svona aðeins aftur í sögunni að þá var á tímabili kosningar svona frá 1958 til 62 þar sem að
að kratar og sjálfstæðismenn voru að reyna að ná völdum í Dagsbrún og buðu alltaf fram á móti lista sem að í Alþýðublaðinu var kallað listi kommunista, en voru listar sem að höfðu rætur í Sjálfstæðisflokknum og síðar Alþýðubandalaginu. Að þessi framboð fengu, ef ég byrjaði 58, fengu 39% og svo 38% og svo 31% og svo 29% og svo 31% og þá eiginlega lögðust af kosningar í Dagsbrúnum langan tíma. Þangað til við komum að kosningunum sem við ætlum að ræða hérna áðan við hann Jóhannes, en það var bara ekki nógu gott netsambandi þar sem hann býr. Að þá var óánægju framboð hérna inn í Dagsbrún sem að fekk 35% og síðan kemur frambóðið 2018, þar sem að óánægju framboðið eða mótframbóðið fær 80% sem náttúrulega alveg stórkostlega sögulegur sigur sem að Sólveig Anna vann 2018 og það er forvitnilegt að sjá núna hver úrslitin verða. Það er ekki hægt að bera það saman, nú eru 3 listar í frambóði og allt það, en þannig að hún kom þarna inn með alveg gríðarlegt umboð. Þannig að hvað, ég veit ekki hvort að þú kunnir að meta það, ég auðvitað vil ég meta það, hvað er sigur fyrir Sólveigu Önnu? Að vinna þessar kosningar, þó svo að atkvæði myndu dreifast jafnt, að vinna með jafnvel minnihluta, þýðir það að hún þarf að búa til einhverja sátt á milli frambóðana, svipað og mér fannst Ólafur Þór Harðarson vera að tala hérna í upphafi þáttarins, eða þarf hún að fá afgerandi meirihluta til þess að fá óskorað umboð til þess að reka sína stefnu, eða er bara nóg að vinna? Jökull, hvað það svara þessu? Ég er ekki svo best að svara þessu, sko. Jú, ég held að ég er alltaf verið með, sko, hvenær myndi það vekja upp einhverjar spurningar um að hún hafi ekki verið, sko, að endurtaka leikinn, sko, nákvæmlega, sko, hvað ef hún fer undir eitthvað undir 60-50, undir helming, sko, spurning hvernig alvegstennum gengur. Ég held að það svona, þú veist, það er eitthvað flottu fólki þar líka og hérna, en hún bara þarf að vinna þetta og hérna, ég held að mjög margir búast við því svo sem, en hérna, já, ég kann ekki að bæta miklu meira við það, sko. Nei. Andri, má ég spyrja þig öfugra spurninga, hvað gerist ef að Sólveig Anna tapar þessu? Hver er staðan á sósíalískri verkalýðsbaráttu í Íslandi? Já, ég kom kannski svolítið bara inn á það áðan. Þá held ég að hérna, það verður svona smá skref aftur á bak og hérna, svona vorið í verku sem að hófst þarna 2018 að það kannski komið bakslag í það og þá þurfum við svolítið að byrja upp á nýtt. Ég er ekki að segja að sko, þá að með sigri Sólveigar Önnu þá eitthvað svona verði allt frábært eitthvað þannig. Ég held einmitt eins og sumir hafa verið að segja og líka þú Gunnar að þótt að Sólveig Anna vinni sko þá sé það kannski bara svona, hérna, svona upphafið af einhverjum möguleika til þess að ná fram einhverjum svona raunverulegum breytingum í framhaldinu og að til dæmis eins og Guðmundur Arngrímsson hefur að tala að þá er ég og fleiri náttúrulega rosalega spenntir fyrir því að það sé að byggja hérna upp einhvers konar alvöru húsnæðiskerfi og ég held að ef að Sólveig Anna tapar í kvöld þá veri kannski svona dragist kannski aðeins úr möguleikunum á því að það verði svona komið svona einhver alvöru raunverulegar svona kröftugar breytingar í þeim málum. Pétur Tyrfingsson, þú ert búin að vera lengi að bíða eftir svona róttæknivæðingu verkalýðshreyfingarinnar. Hvað, ef að Sólveig Anna tapar, hver er staða þeirra hugmynda að verkalýðshreyfingin eigi að vera róttækt baráttutæki fyrir almenning? Sko, ég átta mig ekkert alveg á stöðunni alveg innan Eflingar sko og alveg nákvæmlega sko hvað þetta hefur að snúist og svo fræðis en sko ég hef tekið eftir ýmsu eins og til dæmis Ólöf Helga sagði í sjónvarpinu. Mér fannst þetta þessi þáttur sem að Heimir var með á Stöð 2 alveg hræðilegur. Sólveig Anna setti þá stöðu að þurfa bara að tala nánast allan tíman
til þess að verja sjálfa sig og annað. Heimir hefði átt að taka þetta fólk allt í sikkur lagi bara í drottningavitul og beðið þau bara einhverja stefnu og fá þetta fólk til að tala í friði. En þið sáuð á þessu þátti hvernig farið með fulltrúa verkafólks. Það þykir bara sjálfsagt í svona einu stærsta fjölmiðla landsins að leika sér að því að etja þessu fólki saman í staði fyrir að þjóna félagsmönnum Eflingar og koma að skoðuna þessa fólks á framfæri. Ég hef áhyggjur af því að ég held að, ég hef enga tilfinningu fyrir þessu, en ég ímynda mér það að engum muni vinna stórt, það kannski ekki þannig, og þá hef ég áhyggjur á einu, segjum ef að A-listinn vinnur, Mund en vinnur, og armurinn sem að Sólveig Anna stendur fyrir, tapar, hvað gerist þá? Verður þá eitthvað svona stjórnarandstaða í Eflingu, mun þá sá armur eitthvað draga lappirnar, mun að snúa við, mun hann ekki. Og ég tók eftir til þess að Óla Helga sagði, já, ef við vinnum með að saman hvernig þetta fer, þá vona ég það að Sólveig Anna verður með okkur í samninganefnd og svo fræðis. Ég veist, við verðum að halda svona umsögnum til haga. Ok, en þú veist, ég hef áhyggjur af þessu, þetta verður nefnt, alveg á hvort veginn sem það vegna þess að, sko, það ekki gott ef að til dæmis að eins og, fannst ykkur ekki yndislegt að heyra íslensku með pólskum framburði, mér fannst það svo gaman að heyra það hreim. En það sem hún sagði, að hún var að meta þetta þannig að kannski pólska samfélag halla sér frekar A-listanum. Sko, ég hef þá svolítið áhyggjur af því að ef að það fólk getur ekki alveg litið á sá fórustu sem eru ofan á sem fulltrúa, ég held að það sé alvöru mál. En ég treysti eins og að Sólveig Annu fyrir því, vegna þess að hún hefur reynslu af því og hún hefur tekið frumkvæði af því að virkja sem sagt erlenda Íslendinga í félaginu og almennt stéttabaráttusinu, þess vegna treysti ég henni til þess. En ég hef enga sérstaka ástæðu til þess að efast heldur innhópinn. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur að það verður mjótt á mununum, skiljiði hvað að fara. Vegna þess að þetta báðir armarnir hafa þetta sagt það, við viljum byggja félagið á því, byggja baráttur á því að virkja fyrst og fremst félagsmennina til baráttu. Það gerist ekkert nema við séum virköll og tökum þátt í baráttunni. Báðir armarnir hafa sagt þetta og þess vegna hef ég miklar áhyggjur af því að ef að það verður mjótt á mununum að það muni koma niður á okkur. Annars sem ég heyri mikið sagt hérna og það koma allir með hvað það að taka á. Það verður að tala húsnæðismál, vaxtamál, lífeyrissjóðsmálin og svo framvegis. Þetta allt pólitísk mál. Þetta allt mál sem að fara ekki inn í kjarasamning og við semjum ekki við samtök atvinnulífsins. Og í ljósi þessa, þá skulum við átta okkur á því hvað það svakalega langt í land. Ég meina, Vilhjálmur á Akranesi, nei, ég ekki á því að verkalýðsforingjar eiga lýsi yfir pólitískri afstöðu. Hlustiði á þetta. Heyriði hvað hann segir. Þetta ákveðin veikleiki. Við skulum ekki vera að gera mikið úr þessu voru. Þetta þarf að stefni þá að verkafólk þarf líka að eiga sína pólitísku fulltrúa, eiga sem pólitíska flokk sem að bakkar upp fólkið sem á okkar vegum í sveitarstjórnum eða þingi, í verkalýðsfélögum og annars þar. Og verkalýðsforustan og fulltrúa verkalýðs í verkalýðsfélögum þurfa að hafa alveg beina rödd inn á þingsölum og til þess að fylgja eftir þessum málum. En í dag þetta eiginlega þannig að það eru þríliða samningar, að það eru gerða kröfur á fyrirtækjaeigenda og svo kröfur á ríkisvaldið og ríkisvaldið kemur svona í lokin og býr til eitthvað loforðalista. Þú ekki hrifin að þeirri útgáfu. Það funkar að þú veist sem þessi málamiðlun. Atvinnurekendarnir vil ekki hafa kaupið og jari, svo kemur ríkið inn með eitthvað bandorm og svona, við munum hvernig þetta var. En við þurfum að átta okkur á því það sem var að gerast þegar ég var virkur í verkalýðshreyfingunni. Þá var þetta tímabil þar sem að auðvaldið hafði efni á því að gera málamiðlanir, þá var því tímabil að ljúka. Þjóðarsamningarnir 1990, þetta var að stefna í þá áttina, það var uppgjöf verkalýðshreyfingarinnar fram að því að þá hafði verkalýðshreyfingin alltaf verið að elta verðbólguna, vinna kjarabætur til þess að vinna verðbólguna, svo sættum við þess að ok, við skulum sættast á þá tekjuskiptingu sem að atvinnurekendurnir að heimta. Það málamiðlun 1990. Við tekur viðeigarstjórnin og hvað gerist? Jú, það byrjað á alls konar einkavæðingarhlutum, þjónustugjöldunum í heilbrigðiskerfinu og öllu þessu. Allt táknkerfi og sparnaður í ríkisútgjöldum, allt táknkerfinga þess að auðvaldið hefur ekki efni á því lengur að gera málamiðlanir við launafólki.
Og í því felst akkúrat nýfrjálshyggjan. Já, það eru rúma 20 mínútur síðan að voru 20 mínútur þangað til að tölur átt að byrtast og það ekki ennþá komnar. En hérna, ég held að Vilhjálmur Birgisson hafi verið að hlusta á eldmessu Pétur Styrmingssonar. Ég veit ekki hvort er þetta að fá þig til þess að kommentera á þetta? Varstu að hlusta á þetta, Vilhjálmur? Já, ég var að hlusta á hann. Er þetta ekki ressilegt að hlusta á svona gamlan sósíalista, alltaf eldraður yfir hvert á að stefna? Jú, alltaf ressilegt að hlusta á fólk sem hefur sterkar skoðanir. Og ég get alveg sagt Pétri Tyrfingsinni nákvæmlega fyrir hvað ég stend. Ég stend fyrir það sem að ég þurfti að upplifa sjálfur með 4 börn. Að eiga ekki fyrir nauðþurftum þegar að síðustu daga mánaðarins voru. Og ég er ekki að tala stutt tímabil hjá okkur hjónum sem að við þurftum að ganga í gegnum slíkt. Ég hef verið verkamaður alla mína hunds- og kattatíð og hef svo sannarlega þurft að berjast fyrir mínu lífsbrauði ef að þannig má orðið komast. Ég átti orðið 4 drengi 26 ára gamall og þessi erfiði tími sem að við gengum í gegnum því að ég var eina fyrirvinnan lengi vel á þessum hefðbundnu verkamannalaunum. Ég fullyrði það að það hefur mótað mig í minni baráttu fyrir því að vilja af eins miklu mætti og ég mögulega get horfa á ömurlega stöðu lágtekjufólks á íslenskum vinnumarkaði og þetta hefur drifið mig áfram. Varðandi pólitíkina þá er það bara einfaldlega þannig að ég er með 3300 manna stéttarfélag og inn í mínu stéttarfélagi eins og öllum öðrum stéttarfélögum er fólk með ólíka persónlegar skoðanir og ég hef bara haft það fyrir mig hvar ég stend í pólitík og fyrir hvað ég stend. Ég held að verk mín fyrir mitt fólk þau endurspegli svona nokkurn veginn þá pólitík sem að ég stend fyrir. Og ég mætti nú á þó nokkuð marga fundi hjá þér Gunnar Smári fyrir síðustu kosningar, meðal annars til að ræða kvótakerfi. Ég held ég sé búin að vera á þeir með 3 eða 4 fundum því að fá sveitarfélög hér á landi hafa orðið jafn illa fyrir barðinu á þessu fiskveiðistjórnarkerfi eins og við Akurnesingar þótt að megi fara vítt og breytt landi til að horfa upp á þá eyðileggingu sem að þetta kerfi hefur valdið íslenskri þjóð. En þetta var hressandi og þetta er nú mitt svar við því sem hann nefnir. Ég vil samt segja eitt við hann. Það sem að hann kannski misreiknar dálítið í þessu sem að lítur að því hvernig lýðræði innan verkalýðshreyfinganna virkar. Ef að efling er ein og sér þá getur þetta virka hreinlega þannig að völd eflingar inn í heildarsamtökunum, inn í alþýðusambandinu getur orðið jafn mikið og til dæmis bara hjá verkalýðsfélagi Þórshafnar sem er kannski 200 manna stéttarfélag. Já, ég gerir mig grein alveg fyrir þessu, Vili, og ég er ekki að setja út á þig, alls ekki persónulega, ég ber mikla virðingu fyrir þér, þú ert hugsjónamaður og þú ert að segja mér það fyrir hverju berðust og fyrir hverju brennur fyrir. Ég er í rauninni ekki að tala það, ég er bara að tala almennt þessa afstöðu margra verkalýðsforingja, við erum ekki pólitískir og allt það, samt erum við alltaf með pólitísk mál á oddinu. Þú ert talað verðtrygginguna og vaxtamálin, lífeyrissjóðskerfi, húsnæðismál og svo verið. Þetta eru pólitísk baráttmál sem krefast lagasetningar. Ég hef áhyggjur af því að ömurleg saga og rof gömlu verkalýðsflokkana og verkalýðshreyfingarinnar, þessi aðskilnaður og þeir hafa bara gengið í björg auðvaldsins, altså okkar gömlu flokkar, að þetta hefur leitt til þess að verkalýðsforingjar að þeir eru ópólitískir og það þykir eiginlega deyð að vera einhvern veginn ópólitískur og maður eigi að vera það og menn eru feimnir við það. En auðvitað Vilhjálmur, þú eins og ég, þú ert ekki svo þröngsýnn og þú haldir það að réttindabaráttu alþýðunnar snúist þar það að hafa aðeins meira í launaumslaginu þannig að maður sé ekki alveg með áhyggjur mánaðamótin. Þú veist það sjálfur
að við viljum passa upp á heilbrigðisþjónustuna fyrir aldraða foreldra okkar ef að þeir eru ekki látnir. Við viljum passa upp á menntun barnanna okkar, við viljum passa upp á húsnæðiskerfi, við viljum passa upp á það að við bara drepumst ekki 2 árum eftir að við verðum að hætta að vinna og svo framvegis fremst. Þetta er allt pólitískt mál og ég veit og gerir grein fyrir þetta pólitískt mál, en ég held að leggjast á sveif með okkur hinum sem að tala fyrir því. Við þurfum líka verkalýðsflokk, við þurfum ekki bara róttækni og meiri virkjun og lýðræði verkalýðshreyfingunni og skarpari stéttabarátustefnu, við þurfum líka pólitískt afl. Alveg eins og pólitískan fjölmiðil fyrir alla verkalýðshreyfinguna. Vilhjálmur? Já, ég bara heyri hvað það segir og ég meina þetta mál var nú einu sinni rætt inn á miðstjórnarborðinu því að Ragnar Þór Ingólfsson nefndi þetta, hvort að verkalýðshreyfingin ætti að skoða það gaumgæfilega, hvort það ætti að bjóða fram fyrir síðustu kosningar. Það var ekki vilji til þess að fara með það mál lengra en Ragnar Þór nefndi það. Hann nefnir líka Pétur áðan varðandi verðtrygginguna og önnur baráttumál sem ég hef farið mikið fyrir. Ég vil minna Pétur á það að í lífskjarasamningnum að þá var 52 atriði í heildina sem að fylgdu með lífskjarasamningnum. Þar á meðal var afnám verðtryggingar, taka húsnæðisliðin út úr vísitölunni og fjölmörg önnur atriði sem lutu að þessum þáttum. Þetta lofuðu stjórnvöld okkur og þessi pappírar eru allir klárir og til, en því miður var þetta hluti af því sem að stjórnvöld síðan svik okkur með. Okkur vantaði kannski flokk inn á þingi til þess að djöflast í því að það væri staðið fyrir þessu lofar. Þarna vantaði þess að þetta. Ég held að við þurfum að fara að hugsa meira pólitískt og kannski þetta ekki þannig að verkalýðshreyfingi fari að bjóða fram. Heldur þarf fólk í verkalýðshreyfingunni sem aktíft í verkalýðshreyfingunni að taka höndum saman kannski við aðra, að við þurfum einhvers konar almennan verkalýðsflokk þar sem við bara pláss fyrir okkur öll Af því að það ákveðin bara svona lágmarksstefna sem við erum öll sammála. Ég get verið sammálaður bara í þessu. Sagði við verið sammála, Willum? Þú alltaf að sagt að vera ósammála þessu. Ég skal alveg fúslega viðurkenna það. Ég hef haft möguleika á því að vera hér í öruggum sætum á meðal stjórnmálaflokka. Mér hefur verið boðið það oftar en einu sinni og núna í síðustu alþingiskosningum var mér boðið tryggt þingsæti hjá einu stjórnmálaflokki. Ég hafnaði því. Einfaldlega vegna þess að ég er bara ekki sá persónuleiki sem gæti sogast inn í einhvern þingflokk þar sem að mér yrði sagt nákvæmlega hvað ég eigi að segja, hvað ég eigi að gera og ef þú ekki gerir það, þá þarftu að setja einhvers staðar út í horni. Þannig ég hef afþakkað þetta. Þannig að kannski má segja að til þess að ná þessu fram, þá þarf bara algjörlega nýjan flokk til þess að maður myndi hafa einhvern minnsta snifil af því að taka þátt í þessu. Við erum að bíða eftir nýju tölum. Pétur, við erum að bíða eftir nýju tölum og við þökkum ykkur fyrir að stytta okkur stundir með diskussjónum það hvort að það sé nóg að róttækni væða verkalýðshreyfingunni eða hvort að verkalýðshreyfingin þurfi að eiga stjórnmálaarm. Eins og hún hafði á 20. öld í alls þar sem hún náði góðum árangri í okkar heimshluta. Þá var uppstillingin þannig er það nú bara. En hvað gerir fólk þegar það bíða eftir úrslitum úr stjórnarkjöri í verkalýðshreyfingunni að það talar fílinn í herbygginu. Jökull Solberg, hann vildi skjóta hér inn lífeyrissjóðuna sem hefur nefndir hérna. Það er eitt af þessu verkefni sem að bíða raunverulega úrlausnar hjá verkalýðshreyfingunni og er mjög mikilvægt að verkalýðshreyfingin hafi raunverulega afl til þess að mótast nýja stefnu í slíkum málum með lífeyrissjóðum. Jökull, hverju ætlar að kasta þetta fram varðandi lífeyrissjóðuna? Já, spurning sem ég ætla að varpa hérna fram Ragnar í Vaffer sagði hérna að stjórnarsætin endurspegli ekki áhrif lífeyrissjóðanna og í stefnunni hjá B-listanum er svona talað svipað hluti og við höfum séð að verkalýðsbaráttan nýja er að pressa á lífeyrissjóðanna í ýmsum málum og svo kom líka upp þetta ENIT mál sem er mjög áhugavert þar sem að
svona verið að í að sterklega að því að lífeyrissjóðirnir væri að fara frjálslega með fé og að það þyrfti svona betri hald og töglur og það allt saman. Og ég bara velti fyrir mér, þú veist, er þetta að gera sér í hugulund hversu langt er hægt hreinlega að ganga með þennan helming sæta, þú veist, er þetta eitthvað svona sofandi risi af áhrifum sem hægt að efla bara mjög mikið, lífeyrissjóðirnir náttúrulega eru að vera að vaxa svo gríðarlega mikið sko á síðustu áratugum á meðan að verkalýðsbaráttan hefur ekki kannski verið að nýta þessi sæti, eða er þetta hreinlega meiri stjórnmál og þá skortir þennan flokkinn á Alþingi sem við erum að tala hérna sem að hefur ekki komist inn. Maður myndi halda að það væri hægt að gera gríðarlega mikið með þetta. Hversu mikið og hvað það væri bara, ég velti því fyrir mér. Ég veit ekki, hvað segir þú þetta, Vilhjálmur? Þetta náttúrulega, einhver leiti að lífeyrissjóðakerfið svona eitthvað, það bara ekki hægt að fara með þetta lengra, sko. Þetta svona, það hefur eiginlega ótrúlegan skaða í samfélaginu, lífeyrissjóðakerfið eins og það bara eiginlega bakkar upp, sko, láglaunastefnu, það dælir út arði til fyrirtækja og þetta bara, þetta ekki komið bara gott? Algjörlega, og ég ætla að nefna þessu samhengi að Verkalýðsfélag Akraness lagði fram tillögu á þingi Alþýðusambandsins árið 2009 og 2015 líka að atvinnurekendur víkju úr stjórnum lífeyrissjóðanna. Og þessa tillögu lagði ég fram ásamt greinargerð, einfaldlega vegna þess að þetta eru kjarasamningsbundin réttindi launafólks og atvinnurekendur hafa ekkert inn í þessu sjóðum að gera. En trúið mér, á þessum tíma að þá var ég bara gjörsamlega kæfður af þessu fólki sem að sat inn í verkalýðshreyfingunni á þessum tíma og ég kom þessu ekki í gegn. Og varðandi þetta sem að þú ert að nefna, Gunnar, varðandi lífeyrissjóðana, halda menn að það sé eðlilegt að lífeyrissjóðirnir eigi 70% í öllum matvælamarkaði á Íslandi, 70% í öllum fyrirtækjum sem selja eldsneyti, 50% í öllum tryggingafélögum, í flutningageiranum, rúm 50%. Hvaða samkeppni halda menn að þarna sé? Og á sama tíma öskra lífeyrissjóðirnir, þeir öskra og garga á arðsemi. Og það gerist ekkit með öðrum hætti heldur það að það eru neytendur, sjóðsfélagarnir sjálfir sem þurfa að standa undir þessari arðsemi með hærra vöruverði, hærri þjónustugjöldum og svo framvegis. Og þetta kerfi í mínum huga sem komið 4.400 milljarða inn í íslenskt samfélag og þessa 4.400 milljarða þarf að fóðra og það eru neytendur, heimilin og alþýða þessa lands sem þarf að standa undir þessari miklu arðsemis kröfu sem að þessi fyrirtæki ástunda. 10-15% arðsemi vilja þau fá og lífeyrissjóðirnir sitja síðan og fulltrúar þeirra halla sig bara aftur í sætinu sem eru í raun og veru svona baka til en staðreyndin þessi að þeir eiga 70% í þessu, svo segja þeir ekkert einasta orð, þótt að forstjórar þessara fyrirtækja eru kannski að hækka launin hjá sér sem nemur, eru konir í 5, 6, 7 milljónir eins og gerðist núna hjá Icelandair og lífeyrissjóðir segja ekkert einasta orð, ekkert, þótt þeir séu þetta í algjöru meirihluta. Ég veit ekki mannstætti því, Vilhjálmur, að snemma á 8. áratugnum og þá man ég ekki alveg hvernig, fyrstu kynni mín af verkalýðsbaráttu var akkurat þessi deila þegar var verið að koma formi á lífeyrissjóðana og það var mikil deila, annars vegar var armur undir forystu Kolbeins Friðbjarnarsonar og Óskar Garibaldar á Siglufirði sem voru að vara við því hverjir stýra lífeyrissjóðanum og það var átök það hvernig það ætti að stýra þessu og þeir voru að vara við því að atvinnurekendur hefðu allt og mikil völd í lífeyrissjóðunum og í lífeyrissjóðunum myndu eiginlega enda sem fjárfestingarsjóðir fyrir atvinnurekendurna. Því að hverjir eru að fjárfesta aðrir en þeir. Og, já. Ábending, það komin ábending hérna til okkar að það eitt sem skemmtilegra heldur en að ræðum lífeyrissjóðamál meðan við að bíða eftir tölunum. Það eins og öllu kosningavökum, það að skella á tónlistaratriði og við ætlum að gera það því að Steinunn Ólína ennþá hérna með okkur og hún ætla bara að draga tónlistaratriði upp úr hatti sínum. Þannig að ef það hægt að tengja hérna inn þá kemur tónlistaratriði, gjör svo vel. Steinunn Ólína.
Nú bara Það er ekki full aumt. ástæða til þess að fyrst við erum nú með þessar umræður hérna að það yrði tónlistaratriði og nú veit ég ekki hvernig þessi útsending en sjáu þið mig ennþá því það er að skipta. Já, við sjáum þið mjög, já, við sjáum þið. Þá er ekkert annað að gera heldur en að flytja hér tónlistaratriði. Ó, hve létt þitt skólhljóð og hve lengi ég beið þín. Það vorrétt á glugga, napur vindur sem vín. En ég veit eina stjörnu sem skín. Og nú loks ertu komin, þú ert komin til mín. Það erfiðir tímar, það atvinnuþref. Ég hef ekkert að bjóða, ekki afl sem ég hef. Nema von mín og líf mitt, hvort ég vaki eða sef. Þetta eitt sem þú gafst mér, það allt sem ég hef. En ég ætla bara, svo ég fari ekki vitlaust með textan, dálítið misheppna. En í kvöld líkur vitri, sér hvers vinnandi manns. Og á morgun skín maísól, það maísólin hans. Það maísólin okkar einingarbands. Fyrir þér ber ég fána þessa framtíðarlands. Takk fyrir. Þá er tónlistaratriði lokið. Nú þetta orðið alveg eins og kosningavaka, þannig að þá verði ég eiginlega að skipta yfir á Ólaf Þ. Harðarson sem náttúrulega bara persónugerðingu kosningavaka. Ég kannski, ef ég má spyrja þig bara að þið verða að tala svona úrslitin, að því að hvað sigur? Getur þú skilgrið það fyrir okkur? Hvað sigur fyrir A-listan og B-listan? Nú enginn að spá C-listan og sigri. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þetta frábæra tónlistaratriði. Og í kosningavökum hér í gamla daga þá var líka gjarnan svona hagyrðingahorn. Og ef að Stein Mólna með Stein Steinar við hendina þá gæti hún lesið fyrir okkur hið merka ljóð Kommúnistaflokkur Íslands in memoriam sem endar tilvísun í Avennar og svona á gröf hins látna blikar bensíntunna frá British Petroleum Company. Dásamlegt ljóð. En ég skal reyna að svara þessu, það erfitt að segja, ég held að það sé dálítið til í þessu sem að Pétur var að segja áðan, að það getur við snúið ef að það verður lítill munur á A-listanum og B-listanum, hvorum veginn sem að sigurinn lendir. Það væri ekki gott fyrir Sólveig Önnu að vera undir 50% og reyndar ekki fyrir A-listan kannski heldur, en samt sem áður þegar upp staðið sá vinnur sem vinnur og jafnvel þú fáir ekki nema 38, 40, 45% ef þú ert efstur þá hefur unnið en það flóknara ef munurinn líkt. Já, það bara þannig að sá sem að vinnur að hann bara sigurvegari og það allir búin að gleyma hverju munurinn bara kortir í seinna sko. Það mjög oft þannig að menn gleyma því að þó að það hafi verið knapp, já. Herðu, ég rauf þarna umræðu lífeyrissjóðina, Pétur, þetta náttúrulega búið að vera eins og þú varst að benda á og raunverulega þetta alveg frá upphafi lífeyrissjóðina, þá var deilt þessa setu fyrirtækjaeigenda í stjórnum lífeyrissjóðina. Já. Og það svona eiginlega óafgreitt mál verkalýðshreyfingarinnar að leysa það mál. Algjörlega, og það var stofnað eitthvað, ég man ekki hvernig þetta var, það var stofnað einhvers konar villi kannski mannesa eða einhver annar mannesa sögu, það var stofnað einhvers konar svona
það var svona sameining lífeyrissjóðanna, eitthvað samtök þeirra eða eitthvað. Og þar var hægt að hafa áhrif á þetta, hvernig þessar ákvarðanir voru teknar. Og Kolbeinn, ég man eftir því sko að ég var einn svona ráðstefnu á Siglufirði, sennilega 72 eða eitthvað svona sko, ungur maður að hlusta á þetta alveg með stjörnur í augunum að kynna svona verkalýðsforingjum. Og þá var hann að lýsa því bara hver þróunin yrði, hvað væri mikil peningar í lífeyrissjóðunum sem að þyrftu að passa verðgildi þeirra, þannig að það var að greið út úr þeim eftirlaun. Og það sem hann var að segja, altså framtíðarsýnin hans var auðvitað svo að þetta eru fjárfestingarsjóðir sem verkalýðshreyfingin réði og gæti þar með sko stjórnað svolítið fjárfesti atvinnustarfsemi, passa upp á byggðin í landinu og þar hundi götur að stofna húsnæðissamvinnufélag og margir möguleikar sem að þetta gæfi verkafólki. En hvernig sátu uppi? Alveg svo Vilhjálmur er að lýsa að þetta eru bara fjárfestingarsjóðir fyrir kapitalistana og það þarf að passa verðgildi þeirra og lífeyrissjóðirnir komnir upp á það að þurfa að vernda sig með svona fjárfestingum í kapitalískum fyrirtækjum. Þannig að lífeyrissjóðirnir eru bara eins og kapitalisti inni í stofunni heima hjá okkur. Þetta minnir svona sögu Jakobsdóttur leigjandann. Þú tókst glerugun, ég var árið hræddur að fara að lesa leigjandann, en Ragnar Þór Ingólfsson, ég held að hann sé hérna, eða ekki Ragnar, þú ert nú engin sérstakur aðdáandi lífeyrissjóðakerfisins. Má ég spyrja núna, í staðinn fyrir að við séum að gagnrýna kerfið, getur þú sagt mér, hver er leiðin út? Hver getur leiðin verið út? Þar eru þó nokkrar, stjórnunarlega séð að þá þurfa verkalýðsfélögin að sjálfsögðu að taka yfir í það minnsta meirihlutastjórn innan sjóðana. Það er alveg ljóst að stjórnendur sjóðana og stjórnir þeirra hafa afskaplega lítinn hvata í að sinna mjög ríkum eftirlitsskyldum sínum og samfélagslegu hlutverki. Það var hér áður fyrr greift í lög að eina hlutverk lífeyrissjóða væri að hámarka arðsemi og rauninni sama hvað. Ragnar, má ég að trufla það aðeins? Það eru komna svona kjaftasögur í gang. Já. Að Sólveig, Anna og Bjellistis við að vinna þetta mjög naumt. Að atkvæðin sé svona cirka 2000 hjá Bjellistanum og svona 1800 hjá A-listanum. Þetta eru óstaðfesta fréttir, þetta eru kjaftasögur sem að ganga og er svona í fólki sem er einhvers staðar svona nálagt Borgartúni og þar í kring. En þetta, ég bið ykkur ekki að fara að túlka þetta því að þetta eru bara kjaftasögur, það getur verið rátt. En halda áfram að tala leiðina út úr lífeyrissjóðakerfinu, Ragnar. Já, leiðin út er náttúrulega fyrst og fremst að lífeyrissjóðirnir verði virkari eigendur og sinni sínu samfélagslega hlutverki sem er komið inn í fjárfestingastefnur flestra sjóða. Bæði alþjóðlegar samþykktir eins og ESG sem eru samdar af Sameinuðu þjóðunum, þessi viðmið og svo fleira og fleira. Og við sjáum til dæmis eins og í Mílumálinu að lífeyrissjóðirnir hafi verið algjörlega á hliðarlínu þegar þeir eru að selja í burtu eina mikilvægustu fjarskiptainnviði þjóðarinnar og eina aðkomu þeirra að þessu máli er fyrst og fremst að gerast kaupendur hinum megin. Við sjáum það til dæmis Bakkavaramáli þegar að lífeyrissjóðirnir seldu bræðrunum aftur Bakkavur árið 2015 minnir mig að þar urðu lífeyrissjóðirnir að einhverju 65 milljörðum. Þetta er eitthvað smá upphæðir en það var ekki farið í mál, það var ekki skoðað. Sjáðu til dæmis Innheimtumálið sem eru náttúrulega bara smápeningar í stærra samhengi. Verkalýðsfélögin eiga að gera bara kröfu að við tökum yfir stjórn þessara sjóða. Sjáðu til dæmis eins og í Danmörku, það til dæmis heimsótti ég sjóð ekki alls fyrir löngu sem heitir PFA, stærsti lífeyrissjóður Danmerkur. Hann er með yfir 13.000 milljarða í stýringu sem er cirka bara tvöfalt allt íslenska lífeyrissjóðakerfið. Nýja fréttir. Sólveig Anna Jónsdóttir hefur verið kjörin nýr formaður Eflingar. Ég er ekki komið með tölunar
En B-listinn, baráttulistin fékk flest atkvæði og þar með Sólveig Anna kjörin nýr formaður Eflingar. Ég nú ekki alveg með á hreinu hvenær þú tekur við, í sumum verkalýðsfélögum líður alveg heillangur tími þá til það gerist. Þannig að ég ætla að stoppa þig í ræðunum lífeyrissjóðuna Ragnar Þór og biðja þeim viðbrögð við þessu að Sólveig Anna Jónsdóttir sé nýr formaður Eflingar. Þetta var ánægilegt stopp. Ég bara virkilega ánægð með þessa niðurstöðu og óska B-listanum og Sólveig innilega til hamingju með þennan sigur. Og það verður þá ánægilegt. Ég meina ef þetta hefði farið á hinn veginn þá hefði ég séð fyrir mér í sjálfu sér að klofningur hreyfingarinnar, ef að hægt að kalla það sem klofning, að hann hefði þá bara farið á hinn veginn og við svona kannski fólki sem með mig og Villa og ég veit að Solla og fleiri sem innan hreyfingarna sem viljum taka frumkvæðið í kjarasamningu. Við viljum ekki sitja á hlíðarlínunni og láta einhvern vinna verkin og koma síðan á eftir og vilja eitthvað aðeins meira. Að ég held að þetta verði bara kjörið tækifæri til þess að læra af þessu góða samstarfi sem við höfum átt hingað til og sjá hvert það leiðir okkur inn í framtíðina. Ég sé fyrir mér bara, þetta er allavega lít ég þannig á að það verður verk að vinna í haust og ég verð allavega ekki í aftursætinu. Ok, Vilhjálmur Birgisson, viðbrögð við þessu? Já, ég held ég verði bara að byrja á því að óska Sólveigu Önnu og B-lista fólkinu innilega til hamingju með þennan sigur og ég var nú búinn að segja við hann að miða við hvernig þessi kosningabarátta var svona háð og hversu óvægin hún var að þá yrði hún að taka tillit til þess. Ég hef ekki séð áður svona kosningabaráttu hvorki verkalýðshreyfingunni né alþingiskosningum, sveitarstjórnarkosningum sem voru svona ofboðslega hatrammar eins og þessi barátta var. Þannig að ég held að fólk verði að taka það bara mið af því eftir því hvernig úrslitin hafa farið, en þetta er bara glæsilegt og þetta mun gefa okkur tækifæri til þess að setjast núna niður og skipuleggja framtíðina fyrir íslenska verkalýðshreyfingu. Hér eru ekki komnar atkvæðatölur, en það eru komnar prósentutölur sem að ég les hér upp. Það er að C-listinn fékk 8% atkvæða, A-listinn fékk 37% atkvæða og B-listinn hlaut 52% atkvæða. Þannig að það munar töluverðu og miðað við mælikvarðan sem að Ólafur Þ. Harðarson, kannski ég gefi honum orðið, var að gefa hérna rétt áðan að það telst vera afgerandi sigur ef að B-listinn kemst yfir 52% og að munurinn sé svona sæmilega mikill á milli A og B. Er þetta ekki rétt? Túlkaðu það mér? Jú, þetta er sigur, góður sigur. Algjörlega klárt að þetta er sigur, þetta er skýr sigur og það er mikilvægt líka að komast yfir 50%. En hins vegar þá er líka kannski sérstaklega ef að það er nú rétt greining sem kom hérna fram áðan að pólska samfélagið hafi haft tilhneigingu til að kjósa A-listan frekar, þá náttúrulega býður Sólveigar Önnu og baráttulistan það verkefni að efla tengslin við pólska samfélagið, en svo er þetta náttúrulega líka augljóslega sigur eins og hefur komið fram í þessum umræðu hérna í kvöld, sigur fyrir hérna herska og róttæku og verður mjög fróðlegt að sjá hvernig það spilast áfram í verkalýðshreyfingunni í heild. Ég náði ekki setningunni að það væri, hvað væri með hérna herska og róttæku? Þessi úrslit eins og hefur komið fram að þetta styrkir náttúrulega þetta bandalag Sólveigar Önnu og Vilhjálms og Ragnars og hinna og gefur þeim væntanlega meiri kraft í baráttunni innan verkalýðshreyfingarinnar í heild. Já, þetta sé sigur fyrir Ragnar Þór og Vilhjálm að þau geta núna farið að vinna að því að ná fram þeim breytingu sem að þeir kjósa með Sólveigu. Ef það segja hér í kvöld þá virðist mér það vera alveg augljóst, já. Við erum að bíða eftir því að heyra, þau voru búin að lofa því öll að koma hérna þegar úrslitin kæmu, en eins og þið vitið að þá eru þau kannski meðal sinna stuðningsmanna og það tekur tíma að faðma alla á kosningavökunni, þannig að við hingrum eftir þeim. Má ég spyrja svona ganga á línuna, Steinunn Ólína, hvernig líst þér á þetta?
mér finnst þetta afskaplega góðar fréttir og ég segi bara senn kemur vor og ég vona bara að það verði blásið til mikilla átaka. Það eina von mín að verkalýðshreyfingin geti bjargað íslensku samfélagi úr því sem komið og með þessi stjórnvöld sem við búum við núna. Ég mjög ánægð með þessa niðurstöðu og að auki vil ég bæta við að ég vona að Eflingarfólk geti sýnt gefið Sólveigu það næði til að vinna að baráttumálum síns félagsfólks. Að hún að fá afgerandi umboð með klára stefnu og þeir sem að starfa á Eflingu og skrifstofunni verða bara að beygja sig undir vilja félagsmanna. Já, ellegar fara í aðra vinnu sem ekkert sorglegt heldur. Maður á ekki að sætta sig við eitthvað maður óanar en þá bara fjarlægir maður sjálfan sig úr aðstæðunum. Já, ég hef þann séð að þegar fólk að segja mér að það hafi verið rekið þá óskaði til hamingju því að þetta alltaf svona hálfgerð kaltaðni en það oft þannig að breytingar í lífinu eru miklu jákvæðari en fólk heldur. Það eru góttast breytingar en oft eru það bara mjög jákvæðar. Pétur Tyrfingsson, fyrir ekki Steinun? Nei, og það ljóst að það mikil vinna fyrir höndum þess að verður hún að hafa starfsfólk sem til í þá miklu vinnu. Ég held að það sé bara það sem máli snýstu. Já. Pétur Tyrfingsson, 52% atkvæða fyrir róttækt sósíalískt framboð í Eflingu. Þetta jákvætt? Já, þetta náttúrulega bara sigur, en ég held að Sólveig Anna og hennar fólk gerir sér alveg grein fyrir því og þau hefðu ábyggilega vilja að hafa stærra hlutfall, þau hefðu vilja að hafa það og þau gera sér alveg grein fyrir því hvert verkefni Verkefnið núna, því að það í samræðum þeirra stefnu, að treysta samband stjórnarinnar við almenna félagsmenn, virkja þá frekar, ná í hérna pólsku ef að þeir hafa haft meira trú á hinum, samfærða hún það og taka það með og svo framvegis þetta veit ég að þau munu gera. Annað sem að ég held líka að þurfa að vera alveg klárt og það akkurat þetta sem að Steinunn Ólína hefur meðal annars bent á í sínum statusum á Facebook og svo framvegis, stjórn og formaður félagsins hafa umboð frá félagsmönnum. Skrifstofan hefur það ekki. Hún ráðin í vinnu og það alveg grundvallar munar á þessu. Þó sér komið starfsmaðurinn hjá félagasamtökum þýðir ekki það að sem starfsmaður á skrifstofunni hafir þú umboð til þess að hlutast til stefnu félagsins. Það bara ekki þannig. Pétur, hérna komin Ólöf Helga Adolfsdóttir sem leiddi A-listan. Fá að sjá hana aðeins og heyra, hún ekki komin hérna inn? Heyrðu í mér, Ólöf? Já, ég heyri þér. Já, hvernig A-listin fekk 37% atkvæða, það minna heldur en þið ætluðu, hver svona viðbrögðin við þessum úrslitum? Það náttúrulega vonbrigði, við vorum náttúrulega stefndum á að vinna þetta, en við náttúrulega bara verðum að taka því að félagsmenn Eflingar, þau völdu og þau völdu B-listan. Og hvernig sér þú fyrir þeir að starfa með félaginu áfram? Já, sjálfsög. Ég var kjörin ritari og sit hér áfram allavega 1 ári viðbót og verð virk í komandi baráttu. Þannig að þú munt starfa með Sólveigu Önnu eins og þú gerðir lengst af? Já, að sjálfsög. Enda ég sé það þannig að ég var kosin inn og mér ber skylda til þess að sinna mínu starfi og mun gera það. Þau voru svolítið að velta fyrir sér hvort að 52% væri nógu svona stór sigur fyrir Sólveigu Önnu en A-listin sem að bjóða fram í nafni félagsins fær 37% atkvæða af því að það þarna C-listin og svo ykkur 2% skiluð auðu. Það svona stofnanir félagsins bjóða fram lista, það náttúrulega síðast þegar það kom mótframboð 2018 og þá fekk framboðslisti félagsins sjálfs, A-listin aðeins 19,8%, þannig að 37% betri það. En þetta ekki góð útkoma fyrir svona trúnaðarráðið og svona stofnanir félagsins sjálfs? Nei, það náttúrulega flókið fyrir mig að svara þessu. Það náttúrulega stór partur af til dæmis lista Sólveigar, B-listanum í trúnaðarráði. Þannig að náttúrulega það kom á óvart að það hafi kannski legið svolítið fyrir að sá listi væri að koma fram
og en að þau skildu samt hafa samþykkt þennan lista og ekki gert neinar athugasemdir. Má ég spyrja því, heldur að þessi úrslit hafi áhrif á skrifstofuna? Nú alltaf verið að tala um það að þar sé fólk svona á nippunni og margir að hugsa að hætta og heldur að verði óróleg ástandi og kannski aukalega. Hvenær tekur formaður við í félaginu? Þetta mun að sjálfsögðu, þetta verður örugglega eitthvað sjokk. Fólk var, ég held að það sé ekkert leyndarmál að meiri hluti skrifstofunnar var að vonast til þess að A-listinn myndi ná kjöri. Enda hefur bara komið mikið neikvætt frá Sólveigu starfsmenn skrifstofunnar. Þannig að það kannski kemur engum á óvart að starfsfólki kannski ekki spennt að fá hann tilbaka. Hin spurningin var fyrirgefðu. Já, hvenær tekur formaður við? Að ég man það 2018 og þá var kosið einhvern tímann í febrúar en svo var aðalfundur einhvern tímann í maí eða eitthvað, þannig að það voru einhverju 3 mánuðir þar sem að Sólveig var eiginlega að bíða eftir því að taka við félaginu en var raunverulega ekki með neina stöðu innan þess. Hvað, veistu hvenær formaður tekur við? Einmitt, þessi listi, þess að formaður kemur inn bara á næsta aðalfundi, í lok næsta aðalfundar og samkvæmt lögum Eflingar þá verður hann að vera í fyrsta lagi 8. apríl, þar sem að félagsmönnum verður að gefast frestur út marsmánuð til þess að koma með breytingatillögur á lögum. Þannig að hún mun ekki taka við fyrir einhvern tímann í apríl. Nei, en við erum nú samt spennt að bara taka þau sem mest inn í starfið sem fyrst og stefnum við á að taka þennan lista með á til dæmis starfsgreinasambandsþingið. Ok, þannig að listi Sólveigar Önnu eða komandi stjórn mun geta haft áhrif á atkvæði Eflingar í kosningu formennsku í starfsgreinasambandinu. Að sjálfsög, annað væri náttúrulega bara óeðlilegt ef við værum að halda komandi stjórn frá svona ákvörðunum. Herðu Ólöf, ég þakka kærlega fyrir að hringja inn í þáttinn, að ég veit þetta erfitt að hafa staðið í langri kosningabaráttu og ekki uppskera eins og maður vildi og ég þakka kærlega fyrir höfðingskapinn að koma hingað inn og spjalla við okkur. Takk fyrir og ég bara ánægð með hversu margir kusu, þannig að takk fyrir mig. Já, takk kærlega. Nú vantar mig upplýsingar það, hversu margir kusu. Jú, það var sagt A-listinn fekk 1434 atkvæði, B-listi fekk 2047 atkvæði, C-listinn 331 atkvæði og svo voru einhver atkvæði sem voru ógild sem ég ekki með tölun á. Ef við berum þetta saman til dæmis við B-lista sigurinn 2018 að þá fekk B-listi Sólveigar Önnu þá 2099 en hún fær núna 2047 þannig að munurinn ekki nema 52 atkvæði sem hún fær færri núna heldur hún fekk í sínum glæsilega kosningasigri 2018. Við bíðum nú eftir því að Sólveig Anna klári að faðma alla sína stuðningsmenn á kosningavökunni og við fáum að heyra í henni en ég ætla kannski að fá að þeir eru nú báðu komnir í síman, Ragnar Þór og Vilhjálmur Birgisson. Þannig að ég fæ kannski að heyra aðeins í... Ég sé ekki núna hvort að Ragnar í símanum. Nei, Ragnar ekki í símanum. Ragnar? Jú, ég er hérna. Já, blessar. Það er reyndar kom þarna fram að það er formannskosning í starfsgreinasambandinu áður en að listi Sólveigar tekur formlega við. Býstu við að þau sem að hafa einhver völd þar muni hindra það að hún geti beitt atkvæðamagni sínu? Það kom fram hjá Vilhjálmi Birgissyni að atkvæðamagn Eflingar er 44% inn í kosningu í starfsgreinasambandinu og ef þú bætir við Vilhjálmi Birgissyni og kannski Framsýn á Húsavík og verkalýðsfélagi Grindavíkur og þá er komin öruggur meirihluti í starfsgreinasambandinu. Býstu við breytingu þar að hvað við að segja, ykkar fólk verði kosið í forystu starfsgreinasambandsins? Já, það komur reyndar óvart að Ólöf hafi komið inn að þetta svona fyrrabræði vegna þess að þetta hefur greinilega setið mér framalega í
þeirra baráttu að það sem sagt hvort að Sólveig hefur verið búið að taka sæti á þingi Starfsgreinasambandsins eða ekki, sem að kannski ýtir undir það sem að ég var að benda á í grein sem ég skrifaði svona þetta djúpríki eða skuggahliðar verkalýðshreyfingarinnar og valdabaráttuna þar, að þetta virðist snúast væntanlega núna völdin þar. Ég náttúrulega þekki ekki lög Eflingar varðandi aðalfund en eða tímalínur þar, en það blasir alveg við allavega orðum Ólafar að það hefur greinilega verið mjög mikið hugsað þetta, hvort að það náist hvort að, hvað ég segja, þau öfluna starfsgreinasambandsins sem að ég veit að hafa reynt að ná svona vopnum sínum aftur innan Alþýðusambandsins, að þau geti freista þess að halda Sólveigu eða svona tryggt það að það mun ekki riðla framboði Halldóru Sveinsdóttur í Bárunni, að hún nái kjöri þar. Og það er hlutur sem að ég kýs að skipta mér ekki af, það er kannski Vilhjálmur Birgisson þar að svara því. Já, hann er komin hingað, Vilhjálmur Birgisson. Við spurðum hann bara því nú er framöndan kosningum forystu Starfsgreinasambandsins og eins og ég skil þetta þá er Sólveig Anna ekki búin að taka formulega við þegar kosningi fer fram. Heldurðu að Sólveig Anna með sín 44% og þú með þín ekki bara næstu 10% og svo Framsýn og Verkalýðsfélag Grindavíkur, að þið séu að ná meiri hluta í kosningu nýja forystu Starfsgreinasambandsins en Björn í einingu iðju að mun ekki gefa kost á sér. Já, þetta er alveg rétt í þær og þetta var mjög athyglisvert sem að framkom hérna hjá henni Ólöfu áðan og núna kristallast þetta bara, hvernig valdabaráttan er innan verkalýðshreyfingarinnar og það á greinilega að halda henni áfram. Því að hún svona íaði að því í raun og veru að Sólveig myndi ekki taka við fyrir einhvern tímann í apríl og síðast en ekki síst nefndi hún sérstaklega hvaða fulltrúar myndu fara á þing Starfsgreinasambandsins, þar sem að verður meðal annars kosið formann Starfsgreinasambandsins til næstu 2 ára. Þannig að það er greinilegt að þessir aðilar inn í verkalýðshreyfingunni hafa núna verið að vinna í því hvernig verði hægt að bregðast við ef að Sólveig Anna myndi vinna eins og hún gerði, hvernig er þá að bregðast við öðrum þáttum hvað varðar breytingar eins og inn í Starfsgreinasambandinu og það bara kom fram í þessu viðtali við hana, þannig að það er ágætt að vita það. Hins vegar er það nú bara einu sinni þannig að Sólveig Anna og meirihluti stjórnar getur núna bara, og stjórn og trúnaðarráð getur bara tekið ákvörðun það að boða til auka aðalfundar. Þess vegna, ég man nú ekki hvort það er vika sem þeir þurfa að gera það, eða þeir boða bara til auka aðalfundar þar sem að bara kjörin er lýst, bara kjöri nýrra stjórnar og síðan öðrum atriðum sem þarf að ganga frá á aðalfundi eins og afgreiðslu ársreikninga, lagabreytingar ef einhverjar eru og aðra slíkt, því yrði þá frestað en kjörin yrði lýst. Þetta getur Sólveig Anna algjörlega gert því að stjórn og trúnaðarráð var búið að ákveða að halda aðalfund félagsins 15. mars en einhverju hluta vegna að þá eftir mínum upplýsingum að þá var það dregið í efa löglega séð vegna þess að reikningarnir eru ekki klárir og eitthvað varðandi lagabreytingar, þannig að það er bara valdabaráttan inn í verkalýðshreyfingunni, hún er rétt að byrja. Ég sé það bara núna vegna þess að því að núna ætla þessi öfl sem að hafa í raun og veru tekist að jaðarsetja bæði Ragnar, Sólveigu og mig með aðgerðum sínum, þau ætla að reyna að halda því áfram. Það er alveg greinilegt. Þannig að ég held að þetta er eitthvað sem að Sólveig Anna og hennar listi þarf núna að fara gaumgæfilega yfir og þau þurfa að hlusta á þennan þátt. Þau þurfa að hlusta á það sem Ólöf sagði því að það kristallast algjörlega í því að ég held að það eigi að halda áfram þessari baráttu að reyna að halda völdum þótt að menn sé í raun og veru í algjöru minnihluta.
Já, en þetta svolítið annað heldur en að þú varst að halda fram hérna fyrir í kvöld, að ef að Sólveig myndi vinna þá væri einhvern veginn komin einhver bylgja, en núna allt í einu komið einhverja vöflur að það geti verið einhver svona hindrun á því að þið sem að sigra þessar kosningar getið innbytt þetta sigur. Já, það bara alveg laukrétt hjá þér og þetta einfallega þannig að Verkalýðsfélag Akraness, Efling, Framsýn á Húsavík og Verkalýðsfélag Grindavíkur, við erum með 56% þingfulltrúa á þinginu. En ef að öflin, eins og Ólafía var að fara yfir hér áðan, að það verði í raun og veru ekki hlutverk Sólveigar að skipa þá fulltrúa sem að fara á þingið, heldur verði það þeirra vegna þess að hún verði ekki búin að taka við, þá það ekki hennar fólk sem að fara á þingið. Þannig að þá riðlast þessi valda hlutföll. Það það sem ég að segja, en það ekkert annað sem að Sólveig Anna þarf náttúrulega bara að gera og B-listinn, að það að tryggja það að þeir þingfulltrúar sem fara á þing Starfsgreinasambandsins endurspegli þá ósk breytingar í verkalýðshreyfingunni og hún þarf að tryggja það að þeir fulltrúar séu sammála þeirri stefnu eins og niðurstaða þessara kosninga ber ótvírætt í för með sér. Hérna ég í sambandi við Sólveig Önnu sem að berjast við að komast í nógu gott netsamband til þess að komast hingað inn. Við vonum að hún detti hérna inn bara eftir örskamma stund. Ég veit ekki hvort að þið viljið taka upp þennan bolta áframhaldandi átök í verkalýðshreyfingunni. Pétur. Já, það svona, ég skildi nú Ólöfu Helgu þannig að mér skildist á henni að hún sagði, já, það að koma þing starfsmanna, Starfsgreinasambands og Verkamannasambandsins og það var í hæsta mátu óeðlilegt að Sólveig Anna og B-listinn væru ekki inn í því. Ég skildi þetta þannig. Var ég að misskilja eitthvað þarna eða hvað? Já, mér fannst þú segja það eins og þú að þau myndu hafa B-listan með í ráðum varðandi hvernig kosið yrði í Starfsgreinasambandinu. Já, akkurat. En við erum náttúrulega ekki eins vanir að lesa á milli línanna eins og þeir Vilhjálmur og Ragnar Þór. Það alveg rétt, já. Ragnar Þór, ertu viss á því að erum við svona bara kettlingar, ég og Pétur, og látum orðagjálfur blekkja okkur, að við náðum ekki að lesa þessi skilaboð sem að þið sjáuð inn í þessu? Já, hvað höfum við langan tíma til þess að fara yfir? Nei, ég segi svona, en það sem hefur gengið á innan hreyfingarinnar og hefur kannski ekki komið neitt mikið fram á opinberum vettvangi nema kannski þá helst í kringum skrif mín svona sem ég kallaði eitraðan kúltúr, að það er bara klofningur sem hefur átt sér stað alveg frá því að bæði ég kom inn í sem formaður VR og svo Sola náttúrulega sem formaður Eflingar og Villi og fleiri, að það er þessi klofningur á milli og það hefur alveg svona, hvað ég að segja, það hefur ýmislegt gengið á og þetta svona ristir kannski miklu dýpara og miklu persónulegra, sérstaklega í okkar garð, heldur en kannski fólk almennt gerir sig grein fyrir, og það er svolítið erfitt að kannski veita góða innsýn inn í þetta andrúmsloft. En það er alveg, það sem ég las úr þessu er náttúrulega bara fyrst og fremst það að miðað hvernig ég upplifi heiftina í garð okkar þriggja og fleiri, að þá las ég úr orðum Ólafar að þau megu vera með okkur að velja inn, sem þýðir það í sjálfu sér að ég les úr þannig að meiri hluti þingfulltrúa sem fara fyrir Eflingar hönd munu styðja þá blokk sem við höfum marg oft lýst að sé og hangi eins og mara yfir verkalýðshreyfingunni, því miður.
Sko, hérna, ég að fá hérna ábendingar að í haust hafi trúnaráði ákveðið að hafa aðalfund 15. mars og það sem sagt fyrir hérna frest, en málið það að aðalfundur dæmir eigið lögmæti, þannig að öllu líkindum verður sá aðalfundur dæmdur löglegur. Hvenær þing Starfsgreinasambandsins, Vilhjálmur? Það 23. til 25. mars og verður haldið á Akureyri. Þannig að það mjög mikilvægt að hún sé búin að taka við stjórnartaumunum áður en til þess þings kemur. Herðu, Sólveig Anna að berjast við að komast hérna inn. Ég ætla aðeins að reyna að fá því úr því skorið hvort að hún komist inn, þannig að orðið laust. Ykkur vill hérna aðeins í Sólveig Önnu? Já, mér langar að spyrja Ragnar Þór og Villa því með náttúrulega hefur ekkert. Herðu, Sólveig Anna að koma. Hérna, já. Herðu, velkomin Sólveig Anna og hjartanlega til hamingju með sigurinn í annað skiptið í röð. Eflingu, segðu okkur nú hvernig þið líður. Já, ég vildi að ég bara gæti einhvern veginn orða tilfinningar mínar með skýrari hætti. Mér líður náttúrulega bara auðvitað ég mjög glöð, ég mjög stolt og ég þakklátt fyrir það að félagsfólk Eflingar hafi í annað sinn treyst mér til þess að leiða baráttu félagsins. Og ég og félagar mínir á baráttulistanum höfum þetta bara lagt allt í þessa baráttu. Ég vissi að þetta yrði mjög erfitt, ég vissi að þetta yrði hagræmt, mér datt reyndar aldrei í huga að þetta yrði svona styrlað, mér datt ekki í huga að ég yrði ásökuð í fjölmiðlum fyrir glæpi sem að ég hef ekki framið, en þrátt fyrir allt það þá tókst okkur að bera sigur úr bítum og það hefur náttúrulega aldrei tekist nema vegna þess að við erum bara með svo frábært fólk sem styður okkur og tilbúið til þess að leysa okkur og vill auðvitað að við leiðum félagið. Hvernig túlkarðu sigurinn? Þetta þannig að þú þarft núna að búa til sátt þeirra sem að kusu A-listan og búa til eitthvað svoleiðis, eða lítur svo á að þú hefur óskorað umboð til þess að fylgja þinni stefnu og fara með félagið þangað sem að baráttulistin benti? Já, sko ég held að hver svo manneskja sem að fyrir svona baráttu og endar svo með hreinan meirihluta hefur auðvitað bara fullan rétt á að segja að hún hafi sannarlega bara fullan óskoran rétt til þess að leiða baráttuna. Mér og félögum minn hefur augljóslega verið treyst fyrir því. Mín afstaða hefur ávallt verið og hún enn svo sama að ég vil vinna fyrir félagsfólk. Ég tel að ég hef sýnt miklu hollustu í starfinu og ég mun auðvitað bara halda því áfram. Það ekki svo að ég hafi átt í einhverjum erfiðleikum eða útistöðum við félagsfólk Eflingar, þvert á móti, trúnaðarráð, samninganefndir, samvinna á þessum vettvöngum hefur ávallt gengið afskaplega vel og ég ímynda mér það verði áfram svoleiðis. Það sem var rætt hérna við vorum að bíða eftir þér var að nú kemur svona tími, það búið að kjósa þig en þú tekur ekki við fyrir á aðalfundi sem að mér skilst að hafi verið ákveðið í haustæðirði 15. mars. Þing Starfsgreinasambandsins bara viku seinna. Mun baráttulistin hafa áhrif á hvernig atkvæðamagni Eflingar inn í Starfsgreinasambandinu verður beitt? Sko, nú náttúrulega það svo að ef ég skil rétt, þá hefur ekki verið tekin endanleg ákvörðun það hvenær aðalfundur skuli vera haldinn. Það var lögð fram tillaga á trúnaðarráðsfundi fyrir jól að aðalfundur yrði haldinn eigi síðar en 15. mars, en fyrir liggur minnisblað frá lögmanni að það sé ekki hægt og hann verði ekki haldinn fyrir en fyrstu eða aðra vikuna í apríl, en trúnaðarráð hefur eftir mínum heimildum ekki enn gengið til atkvæða þetta mál. Þannig að eftir því sem ég best veit og ég tel að mínar upplýsingar þetta mál séu nokkuð góðar, þetta einfaldlega ekki settlað.
þannig að þú þyrftir eiginlega að spyrja starfandi formann forystufélagsins á þessari stundu það hvernig þessu verður háttað með dagsetningu aðalfundar. En hérna hafa setið menn, Ragnar Þór og Vilhjálmur Birgisson og fleiri úr verkalýðshreyfingunni og þau hafa viljað túlka svona það að sigur þinn í þessum kosningum gæti leitt til svona umbyltinga í starfsgreinasambandinu, alþýðusambandinu. Lítur svo þú á eða verður verkefni þitt svona fyrstu missirinn að ná utan Eflingu og koma friði þar á eða þetta bara fyrsta skrefið af mörgum á þessu ári sem að muni auka á svona, hvað við að segja, endurreisn verkalýðshreyfinganna sem róttækt baráttu fyrir alþýðuna? Akkurat. Ég hef alltaf séð það sem auðvitað bara svona mikilvægasta hlutverk mitt sem formanns Eflingar að vekja félagið upp, að breyta því í helstu og fremstu baráttu samtök verka og láglaunafólks á þessu landi. Þar á auðvitað orka, athygli og geta formanns að vera, en ég held auðvitað að einhvers konar áframhaldandi umræða, uppgjör, breytingar innan hreyfingarinnar séu óumflýjanlegar. Ragnar Þór sem formaður þessa risastóra félags, langstærsta félagsins innan Alþýðusambandsins, hann hefur náttúrulega talað með mjög skýrum hætti þessi mál og ég held að það hljóti öllum að vera ljóst að það muni auðvitað draga til einhverja tíðinda á þessum svona stóra vettvangi. Viltu breytingar í starfsgreinasambandinu og viltu breytingar í alþýðusambandinu? Ég vil sjá breytingar. Ég vil sjá breytingar innan starfsgreinasambandsins og ég vil auðvitað að alþýðusambandið sé það sem ég tel að það eigi að vera vettvangur þar sem að raddir þeirra sem eru í þessum risastóra hópi á íslensku vinnumarkaði, verka og láglaunafólki eigi bara svona greiðari aðgang að valda pólitíkinni, stefnu, mótuninni og því hvaða leið farin. Þannig að já, ég held að það sé nokkuð ljóst og ég hef svona ekki farið eitthvað leitt með þá skoðun mína. Nei, við skulum taka það samtal upp seinna, kannski kemur til mín hérna á laugardaginn í vinnuskúrin, þar sem við ræðum samfélagsmál út frá sjónarhóli verkalýðsins. En ég ætla að sleppa núna og leyfa þær að njóta stundarinnar og aftur til hamingju með sigurinn. Kæra þakkir, takk fyrir. Jæja, þá erum við búin að sitja hér í 3,5 tíma í kosningasjónvarpi samstöðurinnar við Rauða borðið og fjöldi fólks komið hingað við. Ég held að sé bara við hæfi að enda þetta á þessu viðtali við Sólveigu Önnu. Ég þakka þeim sem hafa komið hingað og gætt þennan þátt lífi. Ég þakka Ragnari Þóri Ingólfssoni, Ólafi Þ. Harðarsyni, Vilhjálmi Birgissyni og Pétri Tyrfingsyni sem að við lit svo til að eru hérna efst á blaðinu hjá mér frá því í dag þessum ég var bara að punta niður hverju væru, en þeir sita hérna ennþá akkurat einir eftir, þar sem að aðrir eru farnir að svæfa börnin sín og sinna ýmsum störfum öðrum og snjó og svona, þá sita þeir hérna að fylgjast með kosningasjónvarpi sem bara þeirra helst áhugamál. En hérna voru líka Þorleifur Friðriksson, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir sem hann söng fyrir okkur og þökkum inn aftur fyrir það, Helga Ingólfsdóttir, Andri Sigurðsson, Sigurður H. Einarsson reyndi að koma hingað inn en það var alltaf eitthvað að sambandinu við hann og það sama má segja Jóhannes T. Sigursveinsson sem að ég ætlaði að spyrja hvernig væri að bjóða fram á móti A-lista Dagsbrúnar 1991. En við heyrðum í Kolbrúnu Valvinsdóttur og Þorleifi Jóni Hreiðarsyni sem voru baráttufólk fyrir sína lista, A-listan og B-listan og hvorugt þeirra spáði rétt. Jökull Sólberg Auðunsson kom hingað inn og Agnieszka Sokolovska, Guðmundur Baldursson og Ólöf Helga Adolfsdóttir og Sólveig Anna Jónsdóttir voru hérna auðvitað. Svo leit Birgitta Jónsdóttir hérna við óvænt, við tókum hana bara inn að því hún var að fylgjast með og sama má átti við Guðmund Rafn Arngrímsson.
Ég held að ég hef ekki glemt neinum, en þetta fólk kom allt og bjóð til þetta kosningasjónvarp samstöðurinnar og ég þakka þeim fyrir. Hérna á bakvið Bogi Reynisson sem búinn að stýra útsetningu og ekki fengið að fara undir húsvegg að reykja og ég bara byrst afsökunar Bogi á að hafa píntið svona lengi. En hérna á bakvið hefur líka Karl Héðinn verið og aðstóð okkur við þessa útsetningu. Þetta svolítið afrek fyrir unga blanka sjónvarpsstöð að halda út í 3,5 tíma kosningasjónvarpi. Og ég þakka þeim sem að voru að hlusta. Ég sá það, ég sé þá sem að hlusta hérna á Facebook og það sló yfir 200. Við erum með á marga ströymi þar og svo sá ég líka á kommentum sem komu hingað að það var einhver hópur að horfa líka á YouTube. Þannig að þetta var stór fundur, kannski stærsti fundur sem var haldinn í dag á Íslandi. Ég þakka aftur þeir sem komu hingað og hlustundum kærlega fyrir. Á morgun verður rauðaborðið hérna og ég man ekki hvað við ætlum að fjalla þar. Ég held að við ætlum að fjalla peningastefnuna, hvernig verið að hækka vexti hérna í vonum að beisla verðbólgu og hvort það sé eitthvað viti því. Sjáum til þá og ég reikna með og vona að Sólveig Anna komi hér á þátt sem við verum með á laugardagsmorgnum milli 10 og 12 sem heitir Vinnuskúrinn, þar sem rætt fréttir vikunar frá sjónarhóli verkalýðsins. Þá koma fólk úr verkalýðshreyfingunum og öðrum almannasamtökum og ræða fréttir vikunar. En takk fyrir í kvöld.